kynleiðréttingarferli ákvörðun að einhverju leyti? Þú ákveður og þú ætlar að gera allar þessar breytingar og allt þetta commitment eða bara jafnvel það að labba í þjóðskrá og vera ekki búin að gera neitt ef ég segist vera karlmaður, þá er það mín ákvörðun. Ég get ekki ætlast til þess að allt dansi eftir mínum ákvörðunum í lífinu þegar ef þær eru upplýstar og maður veit fyrirfram að hlutinir mun ekki vera einfaldir. Hinsegin væðing eða queering á öllu. Þú veist, að svona reyna að brjóta niður öll norm og það náttúrulega kannski, það hefur örugglega farið fyrir brjósti á einhver svona sannkristnu fólki að vera að tala svona Jesú. Það er þarna að vera að snúa upp á í raun og veru biblíuna og það er ekkert allir sem fíla það. Og í raun og veru undarlegt að prestar skuli fíla það, Já, nákvæmlega. Ég er hérna í inngildingar, það er inngildingarstefna í Hlaðvarpinu. Vissuð þið það? Nei, Hvernig er hún? Hún er Allar skoðanir leyfðar? Hvað var mikið borgað fyrir jafnréttisáætlunina? Já, það er góð spurning. Ég er nefnilega, ég reyndar fékk frá fjölmiðlanefnd að ég ætti að skrá mig sem fjölmiðil. Og vitið þið hvernig það gerðist? Það var þannig að ég, sem sagt, ætlaði að, ég var eitthvað að spá. Það ég er stundum að spá bara hvernig maður, framleiðir efni og hvernig maður dreifir því og svona. Ég hugsaði, hvað maður kemur bara svona tíðni inn í útvarp. Og hugsaði bara, þú veist, ég hef séð menntaskóla gerir þetta og fleira, þetta bara getur ekki verið það flókið. Samstöðin? Já, nákvæmlega, samstöðin gerir þetta og fleira. Og ég kannski maður bara prófa að heyra í þeim. Hvernig það virkar og ég heyri hérna fjarskiptastofu, sendi þeim og þeir segja, já, verður að hafa samband við fjölmiðlanefnd. Ég ok, prófum bara að hafa samband við fjölmiðlanefnd. Og þeir bara já, það er þessi skref og svo þarf þú að skráða þessum fjölmiðil, sama hvort að þú ætlir að hafa tíðinni í útvarpi eða ekki. Þannig að þú hafið samband og bara fékkst þetta bara. Nákvæmlega. Þannig að maður í rauninni á að vera smeykur við það að hafa samband við fjölmiðlanefnd. Út af því að núna náttúrulega er ég ekki fjölmiðil, en þeir vilja skilgreina mig sem slíkan. Ég heyrði einhverju fréttum að þeir ætluðu að fara að breyta þessu eða ekki. Voru ekki að reyna að skikka alla í einhver umræða? Jú. Þeir skikkuðu Hjörvar Hafliða og engin önnur hlaðvörp eiginlega nema einhver einstaka en flest hlaðvörp eru náttúrulega ekki skráð þannig að ef þið eru með hlaðvörp og eru að hlusta þannig að passið ykkur alls ekki hafa saman til fjölmiðlanefnd því þá eru þið komin á radarinn Oh my god, það er glatað að það sé ekki hægt að treysta því að ríkið nefnda á ríkið sem sé með manni liði. Nákvæmlega, sérstaklega þegar Sýn er rekin í 239 milljónar króna halla. Þeir eru eldast við einhverja táninga með einhverja púða í vörinni hvort að sjáist í mynd og eitthvað. Eru þeir að gera það? Já. Ég er ekki búin að heyra það. Ég fór inn á síðuna þeirra, þá var það svona efst á blaði. Að þau varu búin að bösta einhverja táninga eða eitthvað með einhverjar bettsíður einhverja púða í vörinni á meðan þeir ættu náttúrulega að reyna að búa til betra umhverfi fyrir fjölmiðla. Dulkar auglýsingar hjá LSX og svona alveg priority topics. Hugsið ykkur, hvað er klikkað. En Jóhanna, Íva, gott að sjá ykkur. Sömuleiðis. Já, sömuleiðis. Hvernig er Takk fyrir að bjóða okkur. Við erum bara góðar, er það ekki? Ég bara mjög, aldrei betri. Það ekki. Íva, byrjum á þér. Hvað við erum búin að fylgjast með BBC-málunu. Byrjum þar. Sem hefur nákvæmlega að gera með það sem við vorum að tala núna. Þar sem að BBC gerist uppvíst af því að vera að reka erindi ákveðina sjónarmiða umfram annara og þá með kosninga Bandaríkjanna. Hvernig horfir þetta við þér? Ég held að Jóhanna sé nú sérfræðingurinn í því, þannig að ég ætla að bara kasta boltanum aðeins til hennar í því máli, ég er nú ekki sérfræðingur, en ég er búin að fylgjast alltaf grannt með þessu og er eiginlega bara svona mjög hugfangin af þessu ákveðna máli. Því að það náttúrulega er alveg ljóst þegar maður horfir á, ríkissjónvarpið að það er að þýða mjög beint upp eftir BBC og lítur til BBC. Þannig að margt af því sem við sjáum með þessa hlutdragni í BBC er bara það sem við erum að sjá heima líka. Þannig að þetta er kannski einhver svona vendipunktur, vonamaður, í því að umfjöllun fara að verða hlutlægari. Það er svona það sem ég vona. Og það sem að kom út úr þessari skýrslu sem var gerð þarna af einhverjum innanbúa manni þarna í BBC. Ég veit ekki aldrei hvort ég á að segja BBC eða BBC. BBC, ég segi það bara. Að það var sem sagt þessi hlutdragni birtist í það voru 3 aðalflokkar
og það var náttúrulega þetta með Trump og hatrið á honum sem við sjáum náttúrulega hérna og svo það var það Gaza og Ísrael þar sem að þeir voru að draga taum hryðjuverkamanna og svo núna náttúrulega þar sem að kannski manni finnst sko svona í ljósi þess hvar maður stendur í þeim málum finnst kannski hvað alvarlegast þessi kynjamál þar sem að það bara alveg bersýnilegt að þeir hafa verið að tala eftir bara að veri nánast málpípa aktivista myndi ég segja í þeim málum. Já, þá hinsegin aktivista. Já, hinsegin aktivista. Og kerfisbundið, ef ég má bæta við, kerfisbundið að útiloka konur sem eru virkar í feminískum aktivisma sem gagnrýnir hinsegin aktivisman. Já, það náttúrulega, þetta alveg sérstakt og þetta eitthvað sem við hefum náttúrulega rætt áður í sem þessi hinsegin mál. Jú. Og af hverju þú mátt ekki vera hluti af hinsegin baráttunni. Það orðið má ekki að vil ekki, það svona spurningin. En af hverju myndir ekki vilja það? Af því að ég ekki hinsegin. Ég held að það sé bara auðveldast að svara því þannig. Ég, upplifi mig ekki vera í öðrum flokki en aðrir samborgarar mínir og þar af leiðandi hef ég ekki þörf til þess að setja mig í þetta hinsegin boxa undir þess að hinsegin reglíf og bara finnst ég í rauninni ekkert í, allavega hinsegin réttinda bara átt að gera. En þetta væri næs að hafa jafningjasamfélag og kannski, bara svona hagsmuna aðila sem væri hægt að leita til og treysta á að inni fyrir mig. Þetta það allt annað mál. Mér finnst ég stundum að vera hinsegin. Bara svona, mér finnst ég vera svo ólíkur öðrum. Það var það skoðanir og hvað mér finnst gaman að gera og annað, sko. En nei, þetta snýst náttúrulega hinsegin baráttuna sem að einhvers konar regli, sko, það samt, ég alveg orðin frekar ringlar, ég skal alveg segja eins og Já, bara hvað flokkast undir hinsegin baráttu og hvað ekki, það... Já, út af því að, sko, og nú á einhver eftir að vera eitthvað reiður út í mig, en ég var svo sagt í gleðigöngunni síðast og mér varst bara mjög fínt, mér finnst það bara skemmtilegur viðburður á svona flestu leiti og og ég var þarna með barn sem að spurði mig sko þegar að BDSM-lestin kom bara svona hvað í gangi hérna og ég, sagði bara þetta var eitthvað hrekkjavökudæmi. Já, ég meina hvað áttur að segja? Hvað á ég að segja? Jú, hvað ég að segja við barnið þegar það spyr mig hvað eitthvað leður fólk með fólk í ólum sem að draga einhvern hestavagn. Ég svona á ég að segja, já, þetta sem sagt kynhneigð. Já, þetta kynhneigð. Mér finnst líka áhugavert í því samhengi, sko, hvað höldum við að fólkið á lestinni myndi vilja við segðum við börnin okkar? Ef ég myndi setja mig í þessi spor. Það kom einhver grein þetta. Já, það? Já, það var einhver sem var að segja að þetta vera mjög opinn með þetta og tala minni mig. Manstu eftir þessar grein, það sem að vera að tala að... Já, ég man nú eftir einhver í þessa áttina, sko. Það er ekkit svo langt síðan að þá, sem sagt, þetta var allt svo frábært. Bara, útskýra þetta. Já, ok. Það er alveg sjónum mig. En ég meina, þetta er þá mjög blörruð lína á milli, þess þá og þurfa að fara mjög djúpt út í kynferðismál við börn og það er náttúrulega bara ekkit sem allir eru tilbúnir í, skiljanlega. Já. Það er náttúrulega bara verið. Já, svo erum við að sjá eins og fermingafræðslu sem að fer svolítið í háa loft út af því að það hefur verið að keyra á einhverju svona að María Magdalena segja eftir Ísars Krist þólumar hann í einu sekundu hafi verið í sleik við alla lærisveinana sem hafi Jesú verið afbrýðisamur eða öfugt eða eitthvað þannig. Já. Og svo allir bara þegar fólk var eitthvað að segja já, ég held að sé ekki frábært fyrir hugmyndir okkar það hvað kristnin að snúast að þá fer allt í háa loft og oftast sko fólk sem að náttúrulega myndi ekki skilgreina sig sem kristið. Nei, það er akkurat máli. Ég held að maður tala nú bara fyrir flesta þegar maður segir að það er enginn á móti kynfræðslu. Ég held að séu allir bara, eða jú, örugglega einhverjir, en það er algjör pínlítill partur. Flestir vilja hafa kynfræðslu og allt er góð með það og ég held að, svona eftir að hafa aðeins kynnt mér það, held ég að Sigga Dögg sé bara, ágætt í því, en inn í kirkjunni
nei, þú veist, þá bara ertu komin aðeins út fyrir sviðið. En ef við höldum okkur, sorry, Já, nei, Íva, skjóttu. ég bara skjóta inn í, ég náttúrulega hef reynslu af sykurtökum, kom í grunnskóla með fræðslu og var bara algjörlega frábært, en það sem ég held að hafa verið aðal vandamálið í þessu að það voru börn og foreldrar saman og það hefur ekki verið nógu vel undirbúið og það við kirkjuna sakast. Var það vandamálið? Það er það sem ég tek úr þessu. Börnin voru að láta hann sitja þarna og hlusta á þessa kynfræðslu með foreldra sína með sér. En hvers konar fræðsla er eðlileg ef að foreldrarnir með ekki vita hvað er í gangi? Nei, þetta markmið með þessu var vist eitthvað að liðka fyrir samræður kynferðismál og einhver svona kynferðistengda hluti sem mér finnst alveg gott að blessa, en það verður ekki gert svona, þú veist. Já, alls ekki. Að krakkarnir ættu erfiðara með að tala um mamma og pappa. Já, og mamma og pappi fengi þá einhverja einsýn í hvað krakkarnir var að hugsa og svona, og ég held að það hafi floppað gjörsamlega á slæmri íslensku og það hefði verið miklu betra lending að hafa börnin sér og foreldrana sér með bara sama að svipaðan fræðslupakka, jafnvel bara með þessum atriðum sem þú veist er börnum og unglingum alveg hugleikinn. Ég meina, þú veist, mér finnst alveg miklu betra að einhver fullorðinn tali með þessi mál heldur en að þau læri þetta af netinu eða einhverjum óprúttnum aðilum sem við vitum ekkert hverjir eru út í heimi. En að samaskapi þá verður þess að bera sko virðingu fyrir mörkum milli barna og foreldra og þú veist, ég held að það hafi skapast bara ákveðin svona glundroði af því að þetta eru mjög erfiðar aðstæður og að fólk hafi kannski ekki verið neitt sérstaklega tilbúið í að feysa þær og þá hefur þetta svona sprungið í loft upp og allt orðið miklu ýktara og ruglaðara heldur en upphalega tilstóð að vera. Þannig að ég vil bara kenna skipulagsleysi og bara hugsanaleysi kirkjunar þetta og líka það að kirkjan bætti nú ekki mikið úr skák með því að tala af rosalum hroka niður til þeirra sem gagnrýndu þetta og sumir með mjög ýktum hætti af vísu af mínum mati þar að segja. En já, kirkjan talaði þarna mjög niður til þeirra sem væri með andstæð sjónamið og í rauninni bara hvað þau væri æðislega og frábær og að þau nefndi ekki hafa svona fílupúka með. Það var svona eiginlega boðskapurinn sem ég tók allavega út úr þessu persónulega. Já, og með því var náttúrulega að reka kannski einmitt út kristna fólkið úr kirkjunni. Þannig að... Já, bara hópur, hver er markhópur þjóðkirkjunar? Er það ekki alveg eldra fólk og eitthvað svona, já, svona traditional... Það er náttúrulega á ekki að vera þannig að það sé bara eldra fólk en með þessu er verið að hafa til fólk sem að kannski fer aldrei í kirkju. Mér finnst það einn vinkill í þessu sem að mér þykir vert að merkja sem að er að þetta hefur aðeins borið á góma í Bandaríkjunum þar sem hefur myndi verið að tala svona fræðslur ýmiss konar, þú veist, drag story hour er eitthvað svona örugglega frægasta sem fólk hefur séð hálan ís og já, örugglega en það sem ég hef svona svolítið verið að velta fyrir mér í þessu er að þegar við erum með þessi atriði, þegar við erum með ýmiss konar svona fræðslu að þá hefur mjög mikið verið gagnrýnt vestanhafs og líka í Bretlandi að foreldrar hafi verið svona að láta vita hvað var í gangi eða taka það upp eða láta aðra foreldra vita hvers konar fræðsla væri að fara fram og það væri í rauninni vandamálið að foreldrarna væru svo íhaldsamir og leiðilegir og ömurlegir út af því að þeir væri ekki tilbúinir til þess að fagna fjölbreytileikanum en þá finnst mér að vera komin á svolítið einkennilega slóðir þar sem að, heyrðu, ok, en ef að barnið mitt er að fá einhverja fræðslu sem er í nöp við þorra foreldra er þá ekki eitthvað athugavert við fræðsluna? Nei, það er gott og blessað og það eru foreldrarnir sem eru með einhvers konar athugasemdir sem eru vandamálið. Já, alla illa upp börnin sín. Já, eru gamaldags og allt það. Já, en þetta er náttúrulega þetta svona, þessi hinsegin væðing eða sko queering á öllu. Þú veist, að svona reyna að brjóta niður öll norm og það náttúrulega kannski það er örgulega farið fyrir brjósti á sko einhver svona sangkristnu fólki að vera að tala svona um Jesú, þú veist, þannig að það er að vera sko snúa upp á í raun og veru biblíuna og það er ekkert allir sem fíla það og í raun og veru undarlegt að prestar skuli fíla það, sko. Já, mér finnst líka bara svolítið þetta eins og kannski maður sé einhvers staðar á einhverju stað og einhver raskelli kæristuna og svona segja eitthvað
segðu eitthvað. Já. Svona augra manni á svona sérstakann máta. Já, líka til Hvað þess þarf að gera? Nákvæmlega. Já. Og svo gerir eitthvað þá bara, þú veist, það var drullað yfir þig eða? Já, þú veist, hérna tippasleikjó, skilur við, hvað er það að segja? Svo ég er svona, mér finnst þetta ekkert frábært. Já, það er svona eins og sé verið að skapa. Vá, þetta var ofið. Nei, þetta í alvöru, það er svona eins og sé bara að vera að Það skapa vera að oft ögra. upphlaup með því að ganga lengra og lengra og lengra og það er í rauninni rosalega taktist að gera það af því að eins og ég hef örgulega nefnt hérna áður, við búum í svona upphlaupa menningu á Íslandi, sumir myndi örgulega kalla móðsýki, mér finnst það bara persónulega ljótt orð, en þú veist, það er einhver gagnrýnir eitthvað og það er hlaupið upp til hand og fóta, bæði sko hjá samherjum og andstæðingum, málstæðarinn sem er verið að gagnrýna og það verður, þú veist, eitthvað þvílíka hafaríð, fólk kemst að við búum náttúrulega í litlu samfélagi, þannig að fólk kemst aldrei einhvern veginn frá þessu og þetta mun alltaf á röndum í marga vikur og mánuði, þannig að ég skil bara rosalega vel að Jóa Bollnum sem er kannski einhver pappi Siggu í grunnskóla, þú er rosalega lítið að segja af ótta við svona múæsing bara. Já, men ég sá þetta líka, þú veist, eins og þegar hann að forréttinda píramidin kom. Já, Það var byrta og ég setti á Twitter og Snorri Másson líka gerði hérna ágæðis úttekt þetta líka. En þá var einmitt, þú veist bara einn kommentakerfuna, þannig að kannski ekki taka marka, en þá var einmitt verið að tala sko, já, þú veist, á ekki Reykjavíkurborg að hafa, þú veist, sjálfstæði til þess að reka menntastefnuna. Ég eitthvað, nei, mér finnst, þú veist, það hvað er kennt í skólum er ekki foreldrum óviðkomandi. Nei. Og þegar þú ert að keyra einhverja svona kjaftaðis narratífu einhvern forréttinda píramíta og að við að vera miður okkar út af einhverju amerískri þrælasögu það er bara nei takk sem tekur ekki einu svona marka á hérna þrælasögu Ottomanveldisins og hvernig þeir voru að vana þræla í sínu landi til þess að þeir myndi ekki fjölga sér og við með einhverju sko, bandarísku samhengi sem að gera þetta vissulega í 200-400 ár en þá var búið að gera þetta í 1000 ára annar staðar sko. Við horfum á hérna sögur Egyptaland skilur þar sem þetta var en við við erum miður okkar eða sko þetta er bara allt svona það sem kallað cherry picking þú veist af sögunni þú veist þetta er alveg Já og líka bara aðflutt bandarísk orðræða bara bókstaflega innflutt orðræða Já, innflutt fyrir ekki þú veist sem hefur í rauninni rosalega litla sögulega þýðingu á Íslandi eða heimfærslu til Íslands samfélags. Ég skil alveg að það sé mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn og jafnvel kannski Breta og hinn enskumælandi heim að læra þennan hluta söguna líka og að skilja að hlutinir hafi ekkert alltaf verið regnbogar og einhyrningar og þú veist hvernig hefur verið tekið á því og hvernig væri hægt að taka það í framtíðinni og láta sögun ekki endurtaka sig og svo framvegis en á Íslandi, þú veist þetta hefur aldrei verið svona. Hér. Nei, en þetta er líka bara til þess fallið fyrir viðkoma krakka, kvíðna krakka. Þetta eru ljótar sögur. Þú veist, þetta er bara til að bæta á einhvern kvíð og áhyggjur, þú veist. Já, og kvíði er ekki lengur vandamál. Skömm bara. Já, og skömm, skilur átt að skammast þín fyrir allan fjandann í dag. Já, bara hvað, þú veist, langamma mín, 7 kynslóðir aftur í tíman sagði að gerði eða gerði ekki. Veist, en þið veitir samt að vandinn í dag við kvíða er að það er ekki nægilega mikið á honum. Já, það kom grein daginn þar sem að manneskja sem starfar í loftslagsmálum hefur miklar áhyggjur af því að loftslagskvíði fer minnkandi. Já, það er mjög slæmt. En leiðilegt. Mjög slæmt. Það er bara, en sko, ef ég má aðeins koma inn á punktur sem hún nefndir áðan, Tóti, með foreldrana og að foreldrar séu kannski að stíga inn í ákvarðanir menntastofnana, barna sinna, að þá sko þú nefndir þetta í bandarísku samhengi en á Íslandi þá held ég að þetta sé miklu flóknari veruleiki af því að við búum í mjög litlu samfélagi og hlutir eru mjög fljótir að fréttast og spyrast út og þagnarskylda skulum segja ekkert upp á neitt rosalega marga fiska hjá hinu opinbera og þú veist ég veit bara dæmi þess og ég ætla ekki að fara í neitt persónulega dítila þetta er viðkvæm mál að foreldrar sem bæði gagnrýna einhverja kennsluhætti innan grunnskóla eða leikskóla eða sko óboðlega hegðun starfsmanna utan vinnu sem innan að þau hafa bara
þurft að sæta miklum afleiðingum og svona, einmitt, svona félagslegu neikvæðu taumhaldi eins og félagsfræðingarnir myndi segja. Og svo þetta bara actually að gerast á Íslandi og mér finnst bara rosalega relevant að þú veist, þó að ég sé ekki í þessari stöðu að þessar raddir fá að heyrast af því að það náttúrulega heldur ekki beint að því hlaupið að fara í fjölmiðla og tala um þetta þar og það sem mér finnst alvarlegast í þessu samt er ekki kannski smánunin í garð foreldrana heldur að börnin séu í frekara hættu að upplifa mismunun hjá fullorðnu fólki sem þau eiga að vera í öruggri umsjá og öruggu rými hjá. Það er það sem mér finnst graf alvarlegast í punkturinn í þessu. Já. Að, þú veist, við getum, þessir foreldrar sem hafa kannski verið með einhverju gagnrýni geta ekki gengið út frá því að börnin þeirra hljóti sömu meðferð og jafningagrundvelli og önnur börn. En nú veitir þið náttúrulega báðar að þið eruð forsvarsmenn bakslagsins. Jú, og andlit bakslagsins. Þið eruð andlit bakslagsins og þú Eva hefur verið að flagga einhverjum ég er lesbía, ég er fórnarlamb. Heyrðu, ég man ekki hvort ég sagði þér að síðast en ég heyrði þess að út undan mér. Það má enginn trufla randræðinu. Nei, ég heyrðu, ég man ekki hvort ég sagði það síðast við þig en ég er víst yfirlýst lesbía samkvæmt einhverjum virkum í athugasemdum. Hvað þýðir það? Já, það er góð spurning. Ertu það að setja að ljúga? Já, greinilega, þú veist, skilgrein, ég veit ekki. Ég er alltaf yfirlýst lesbía mér sem ég fyndi. Þannig að þú að giftast konu er bara einhver leikþáttur? Já, þetta er allt svona til þess að fá eitthvað svona minority. Þetta er veitu, hvað sagði einhver kallinn daginn? Fórnarlambsöfund. Já, alveg rétt, fórnarlambsöfund. Einmitt. Yfirlýst lesbía vera frábært. Já. Það er ógeðslega að fyndi. Ég er bara með í fyndnara sem ég hef lesið, sko. Já, þetta hljómar mjög svona, hvað maður að segja, dubious. Af því ef einhver myndi segja einhver væri yfirlýstur transeinstaklingur til dæmis eða kynseinstaklingur, þá er allt gjörsamlega vitlaust. Já, það er góða punktur, sko. Nema hann væri á rangri skoðun, þá kannski væri hægt að... Já, þá er hann voðalega yfirlýstur allt í einu. Hefur þetta skánað, sko, því að núna við tölum saman eins og þú varst að nefna, þú komst í, nú er ég að vera búin með 500 þættibræðan, þú komst í þátt 41, þegar bara 10% af búið. Finnst þér þetta hafa breyst, nú er talað eins og í kvennafrídeginum, að þá var talað að vera mikið bakslag, tala stanslust mikið bakslag, þið eru báðar mikið bakslag augljóslega, út af því að þið talið á skjön við það svona sem á að teljast heilagt. Við erum svona óþægilegir feministar. Já, við erum óþægilegir yfirlýstur. Já, yfirlýstur feministar, já. Já, yfirlýstur óþægilegir. En Íva, finnst þér, þú veist, ef þú horfir á þetta heilt yfir, það er svo mikið gerst einhvern veginn á síðastliðnum 5 árum. Hvernig finnst þér þetta hafa breyst? Mér finnst hlutirnir persónulega bara hafa að mörgu leyti breyst til hins betra. Þegar ég kom til hérna í fyrsta skipti, þá vorum við náttúrulega bara að upplifa fordæmalausa tíma, eins og það hefur verið orðað svo fallega. Það var náttúrulega heimsfaraldur í gangi, það var rosaleg reiði og heift í samfélaginu, gagnvart bara öllu sem fór ekki í takt við ríkjandi viðhorf og afturhald í raun og veru. Og mér finnst svona eftir COVID-ið, þá hefur svona blossað upp meiri umræða allavega, hluti sem áður bara mátti ekki nefna. Ég meina þegar ég kom til í fyrsta þátt þá hafði ég nýlega opinberlega stutt við J.K. Rowling og bara þurfti að feysa miklar afleiðingar fyrir það. En já, mér finnst svona ekki eins illa tekið í, taumhaldið er ekki eins rosalega sterkt og upp á það að gera þá er örugglega voðalt bakslag fyrir þá sem voru vanir að vera frekikallinn. Og vera með bara mörg hundru manns tipplanda tánum í kringu sig, þú veist, það er náttúrulega rosalega leiðilt að komast ekki upp með það lengur. Þannig að já, ég held að sé bara forslag í gangi ef eitthvað er. Og ég bara fagna því alveg eindregið að fólk sé farið að stíga fram í meira mæli og ég líka bara fólk sem, þú veist, áður þá voru þetta alltaf einhverju svona, hvað ég var að segja, pínu jaðarsettir einstaklingar í samfélaginu, kannski ekki alveg í góðu jafnvægi eða góðri félagslegri stöðu. Öfugt við núna, nú er bara fólk
í góðu jafnvægi sem að tala þessi mál. Þetta hefur bara breyst til muna. Ég var að grínast. Nei, samt í alvöru. Af því mér finnst fólk sem hefur sko erindi, vægi, vald og bara menntun, þroska, allt þetta sem þarf, farið að stíga fram í miklu meira mæli. Þú sér bara hérna Hlédísi Guðmundsdóttir sem var hjá þér, félagsfræðing sem var hjá þér hérna fyrir 2 vikur síðan. Já, akkurat. Og Snorri Másson og allt þetta unga fólk sem farið að stíga fram og svona láta bara til sín taka og vera svona ákveðið mótvægi. Ég meina, ég ekki engin þöggunarsinni, ég vil ekki að jafnvel bara skoðanir sem ég finnst vera fáránlegar séu þakkaði niður, en bara mótvægið sann svo ótrúlega nauðsynlegt og að þessi stuttu taumur sem samfélagi var í hjá frekakallinum sé aðeins að lengjast. Það bara, já, ég fagnaði, eins og ég segi. Já, ég held að mér finnst allavega, þó ég hafi raun og ekkert kannski beinlínis til að byggja þetta á, mér finnst andrúmsloftið léttara. Mér finnst það, mér finnst langt í land en þá náttúrulega með að við svona færumst kannski nær því sem við sjáum í kringum okkur. En mér finnst svona léttari, ég finn ekki mikið þunga, kannski það bara því að ég, þú veist, ekki að prætt lengur við að tjá með eitthvað, en ég finn ekki mikið svona þrúandi þyngsli þöggunarinnar lengur. Nei, og svona upphlaup eins og var reynt eins og með Snorra Másson og fleiri. Þau eru kæfð miklu fyrr í fæðingu og fólk farið að segja, hei, nei, býtu. Já, það er alveg fáránlega langt, sko. Það allt og langt. Það var heil vika af þessu. En hefði þetta gerst 2020-2021 hins vegar, þá bara... Já, en hefði samt ekki mátt segja að það væri 2 kyn 2020? Það mátti ekki. Í alvörunni, þú veist, því að mér fannst það bara ekki vera inn í umræðinu. Mér finnst það ég sammála Jóhanna. Já, það nefnilega var alveg hægt að segja þetta. En þú hefur ekki getað sagt að Eva. Sem lesbía þá? Já, en þú veist, ég veit einhvern veginn svona sem... Já, mér fannst það alveg, mér fannst mjög skrítið akkurat núna þegar þetta að breytast út allstaðar og fólk svona aðeins að vakna af þessum doða sem búin að liggja yfir í örugglega 10 ár, að akkurat núna þá allt í náttúrulega að fara að vera rosalega æsti við þessu, þegar þetta bara orðið normið, þú veist, bara í Bretlandi og Bandaríkjunum og við annars staðar, og fyrir utan þetta náttúrulega bara vísindalega staðreind, ég bara skil þetta ekki, En kannski vorum við líka bara í ólíkum kreðsum þarna 2020, af því að þú náttúrulega kannski umgekkst aðeins meira svona common sense fólk. Það er svo mikil heterohyggja í kringum mig að mér bara ofbýður, gagnkynhneigðar hyggja. Við bjóðst þetta alveg hreint. Alveg bara, ég man bara, þú veist, vinur minn var að tala ágæti hinnar hefðbundnu fjölskyldu daginn. Ég bara, hvað ertu að tala um? Hvað hinn hefðbundna fjölskylda? Hann náttúrulega sagði þessu úr vinnu, til þess að þurfi ekki að takast á við þetta. En mér langar aðeins út af því ég nefndi Snorra Másson. Ég var að hlusta á aðeins til að hoppa aftur í þetta BBC-mál. Þá var ég að hlusta á Sigurjón Þórðarson og Snorra Másson í Bítinu. Var það í morgun? Já, það núna í morgun. Já, ég misti það, ég heyrði það við. Já. Bara ágætt spjall, en það sem að ég var svolítið að pæla í samhengi við þetta var að þetta sem að eiga sér stað núna BBC og núna þegar Snorri Másson gagnrýnir Ríkisútvarpið, hann setti í samhengi við Gísla Martein, hann setti í samhengi við Vísi og það sagði svona að þú fjölmiðlar svolítið eins og fiskur í vatni. Ég samt ekki alveg sammálunum það að hvað fjölmiðlamenn eru og hvað fjölmiðlamenn eru ekki, til dæmis eins og ef við tökum bara Stefán Einar. Hvað Stefán Einar þegar hann í spursmálum? Þá hann miklu meiri blaðamaður. Hvað Stefán Einar þegar hann í þjóðmálum? Þá hann miklu meiri Stefán Einar eins og hann Já. Mér finnst að og nú ég ekki, og þetta ástæðan líka fyrir því að ég held mér fast í það að ég sé ekki blaðamaður. Það bara að ég lobbyisti. Ég lobbyisti eigin sjónarmið. Og ég vil að mín eigin sjónarmið verði ofan á í samfélaginu. Það ekki það sem blaðamenn að gera. Nei, en það það sem BBC gerir. Ég veit það ekki, ég myndi ekki ganga svo langt. Nei, þetta er náttúrulega risastofnun. Þetta er risastofnun og þannig að skeit augljóslega einhver upp á bak og augljóslega einhver sem á ekki að vera og ekki blaðamaður. En mér finnst eins og, þú veist, ég var að tala fjölmiðlanefnd og þetta áðan, þeir vilja þrengja öllum hlaðvörpum í það að þeir séu fjölmiðlar. Hvað ef að ég sýn Ríkisútvarpið og MBL samheiti? Hvað þýðir það? Fyrir þessa stofnun. Já, einmitt. En málið náttúrulega með BBC, það náttúrulega hlutleysiskrafa á ríkismiðil sem þú neittu til að greiða fyrir.
sem að ekki á eins og DB News og þú veist, þeir geta sagt bara við erum meiri hægri miðl eða hvað, en BBC hefur í raun og verið skylda til þess að sko svona endurspegla svona eðli viðhorf í samfélaginu og mér veit ekki náttúrulega ekki alveg að nákvæmlega ákvörðu þetta byggt en ég er búin að sjá þess að tölu mjög oft núna að þessi öfgastefna sem að þeir boða í ýmsum málum eins og til dæmis átökunum í Miðausturlöndum, kynjamálunum og og þessu hatri á öllu sem Trump gerir að þú veist, þetta er eitthvað sem svona 15% sko Breta eru sammála sko. Þú veist, þannig að þá erum við að tala bara 85% af fólki er bara býtu, hvað er að tala? Útlendingastefnun er náttúrulega besta dæmið þetta. Já, útlendingastefnun. Þeir hafa í raun og veru þakkað það allt niður og eru eiginlega bara með einhverju svona vorkennum útlendingunum fréttir, þú veist, örfáar sko. Í staðin fyrir, en þetta er náttúrulega máli sem brennur á Bretum bara sko bara virkilega þess dagana. Það var einhver ein mynd sem var mynd af 6 konum og 2 börnum og svo kallmönnum og hún er alltaf byrt aftur út af því lang flestum tilvikum er þetta bara ungi kallmenn sem er að koma. Akkurat. En svo Ricky Gervais hefur gert grínum þetta, hann er en aktivisti eitthvað, it's just you lads then. Alright, come on. Ógeðslega gott. En ástæðan fyrir ég er að segja þetta er að eins og ég var að nefna með Stefánunar, hann er blaðamaður hana. Já, svo er hann, Þú veist, getur vel verið að fólk sé með einhverja athugasemdir það í hvað linsu hann setja hlutina í spursmálum. En aftur á móti þá er hann ekki eins og hann til dæmis þegar hann mætir í þjóðmáli en þegar hann mætir hingað eða þegar hann mætir einhvers staðar annars staðar þar sem hann talar hlutina sem Stefánunar. Og mér finnst alveg mikilvægt að við höldum í þetta, sko. Og Snorri náttúrulega, þú veist, eru þeir einhvern tímann hlutdrægir og ég get alveg verið sammála honum því að bara nei, örugglega ekki. Þú veist, það er örugglega erfitt að vera alveg fullkomlega óhlutdrægur. En hins vegar að þá ætti ég að gera ráð fyrir því að þeir séu í minnst að reyna. Og þetta er svolítið það sem ég hef talað með Jakob Bjarnarum, þar sem við höfum verið að ræða þessa hluti, að þú veist, jú, það er örugglega einhvað hægt að setja út á hvernig fréttir eru birtar, dagskrárvaldið og annað. Hins vegar, að við erum bara að fara að slengja þessu saman í eitthvað samheiti og fjölmiðlanefnd er bara að fara að slengja þessu saman öllu til þess að það hafa meira að gera út að þau vita að það er ekkert að gera hjá þessari stofnun. Þá erum við bara komin á mjög skrítinn stað, sko. Eins og með samstöðun, mér finnst ekki vera fjölmiðill í þeim skilningi út af því að þeir taka bara fréttir sem aðrir eru að búa til og tala það í sósíalísku samhengi. Það er bara eins og ég fær að tala þú veist, það er bara álitsgjöf. En mér finnst aftur bara mjög mikilvægt þetta með ríkismiðil versus annað, en mér finnst samt alveg mjög greinlegt hvað þegar Stefán Einar er í setti og hvernig hann skrifar. Maður veit alveg hvaðan hann kemur. Það er náttúrulega líka mjög gott, en maður veit bara hvaðan fólk kemur. Hann er samt að taka báðar hliðar í spursmálum. Já, hann gerir það alltaf. Og þrengir að og saman hvort þau sammála ekki. Já, einmitt. Mér finnst hann mjög góð, sko, ég var ekki að meina það þannig, en ég bara meina að mér finnst, sko, ríkisútvarpið, það þykist vera að gera það sama á Stefán Einar, en það er ekki að gera það, þú veist. Á meðan þau eru á miklu hærra budgeti og miklu hærra fjárframlagi og hafa verið sko að leitast við að taka sjónarmið andstæðinga sinna innan gæsalappa úr samhengi og klippa til þannig að þeir koma ekstra illa út eins og var hérna uppgötað með þessa ræðu hans Trumps þegar hann tapaði kosningunum 21 en líka að bjóða viljandi og kerfisbundið ekki ákveðnu fólki sæti við borðið. Algjörlega. Og ala á útilokun þess í samfélaginu. Og það er það sem, þú veist, að mínum mati, þó ég sé ekki eins vel lesin í þessu og þú, Jóhanna, er glæpurinn, eða þú veist, það sem þau eru seg Og þetta gæti jafnvel bara verið þáttur í því að þessir stóru miðlar, ríkismiðlar þar að segja, sé að líðandi lok að því að traust þeirra sem almenningur bar traustið sem almenningur bar til þeirra áður er bara af mjög skortnum skammti þessa dagana og skiljanlega með við þessar upplýsingar sem hafa núna komið fram. Mér finnst miklu auðveldar og þægilegra að treysta smærri miðlum, þú veist, af því ég veit að þeir eru að lyfta ákveðnum sjónarmiðum og ákveðnum röddum og ég get þá stillt mig inn á þá með þeim fyrirvara. Mér finnst bara svo skrítið að þú veist, ef við tökum bara Gísla Martein og hvernig hann hefur svona sérstaklega núna í seinni tíð að sko hann keyrir augljóslega á einhverju svona hörðu pólitísku narratífi.
Ég hugsaði sko að prófa að yfirfæra þetta yfir á sín. Ég held að þeir myndi ekki einu sinni, jafnvel þó að þeir myndi hafa ákveðnar skoðanir á einhverjum hlutum, að þeir myndi ekki einu sinni hafa það í sér að vera með svona þunga miðju í pólitískum áróðri í einhverjum spjallþætti. Nei, þeir eru mikið skárri, sko. En samt það leyfilegt á RÚV, Já, sko, allir eru neyddir til að greiða, sko. Það fáránlegt. Og það líka mjög skrítið núna þegar þetta BBC-mál kemur upp og þá í raun og veru það eina sem RÚV að taka með það sem ég hef séð núna þegar fjallum þetta, þeir náttúrulega neyddust til þess, þeir þögðu náttúrulega lengi vel og svo byrjuðu þeir, að það eina sem þeir eru að taka eitthvað frá einhverjum svona óánægðum með þessa, hvað var þetta kallað, skilur, þetta var kallað sem sagt einhver innanbúðar árás á BBC, þá eru þeir að taka það sko sem svona útgangspunktin að þetta hljóta að vera eitthvað komni bara í samsæriskenningar einhverja, og hvað orðið? Öfgahægri, þú veist, þannig að þeir halda áfram í þessu, í staði fyrir aðeins býtum við, hvað erum við búin að vera að gera? Og þetta það sem svo óþolandi og þetta það sem við erum að sjá alls þar, að það eitthvað svona talandi stéttir sem eru bara inn í einhverju kúlu og eru bara, og það versta að þau fatt ekki eins og hvað að gera held ég held að viti það bara ekki. Nei, og átta sér ekki og gera sér ekki grein fyrir völdum sínum. Þau bara virkilega lifa í þannig búblu og eru bara það einhvern veginn með þetta bara, sko, Já, ég er ekki alveg sammála sko. Heldur við vitið þetta. En samt að bakvið þau hins vegar maskína sem við borgum fyrir eða skattgreiðendur sem sko margir miljardar á ári. Já, ég reyndar og ég hef alveg sagt það líka að það frekar galið þegar að alltaf talað sko, þú veist, RÚV fær hvað 6 milljarða eitthvað á fjárlögum og svo 3 til viðbótar í auglýsingatekjur og svo talað hvað við þurfum að taka á auglýsingamarkaði. Já, en hver á að borga það? Ég ekki að borga það? Og svo þið núna að byrja 200 milljónir í viðbót, það ekki? Jú, og svo þetta samt ekki í tapi, sko. Ótrúlega. En af hverju þið í tapi? Ég meina, þú veist, fólk hætt að horfa á þetta. Fólk tekur í minna mæli marka á þessu. Þá fara auglýsendur, skilur þú veist, þetta en samt það að fá fullt af pening, þannig það ætti að geta rikið þetta. Þetta bara... Ég meina, ég skilji, en ég samt ekki alveg sammála ykkur, sko, þú veist, mér finnst okkar hlið svo oft detta í þennan pakka einhvern veginn að segja bara, það allir hálfvitar hana, það alltaf bara, það veit ekki neitt. Já, en ég náttúrulega kannski ekki beint að segja það. Nei, alls ekki. Þetta ekki líka bara, lítur þetta ekki aðlega að ákveðinni deild innan stofnunarinnar þessar upplýsingar sem fram eru komnar á BBC? Þetta ég veit ekki hvað mörg þúsund manns þarna í vinnu. Þannig að það mjög hæpið og ég alveg sammála þér samt Tóti að þessi umræða mjög fljót í að ég líka sammála því. Spinnast í eitthvað svona það bara allir fíbl fá, ég ger alltaf ráð fyrir því að 90% af fólkinu, starfsfólkinu sé bara að vinna vinnuna sína heiðarlega, sko. Og það bara alls ekki það sem þetta snýst um. Nei, ég held nefnilega, sko, að það fullt að klára fólkið hana og ég held að sé bara, sko, ég búin að vera að lesa En samt bara hvað skemmdu eplin fá að þrífast lengi og einmitt komum við að félagslega taumhaldinu aftur bara hvað þú veist, einhverjir nokkrir eru bara með svo mikil ítök að það þorir enginn að segja neitt upp á móti þeim af því að annars fer bara allt í fjárhagsfók og viðkomandi á kannski bara hætta að missa ferilinn sinn á stofnunarinnar ef við erum að tala einhverja millistjórnendur eða stjórnendur, sko. Já, það einn vandi, sko, ég að lesa núna háskólapælingar eftir Pál Skúlason. Já. Og algjörlega, sko, ég hann svo mikill aðdáandi Pál Skúlasonar að það eiginlega rugla. Já, hann var góð. Frábær, en hann talar svona stofnana menningu sem að skapast út af oft á tíðum einhverjum 2-3 einstaklingum sem að svona keyra ákveðin narratív, passa einhvern veginn að halda öllum einhvern veginn á tánum gagnvart sínum sjónarmiðum sem náttúrulega bara eitthvað sem að við þetta náttúrulega gerist alls það. En að þetta fer inn í það sem að kallast stofnana minnið sem að fer alltaf í það að við erum með ákveðið stofnana minni þar sem að þú einhvern veginn aðlagast að því hvernig þú berð þig dag frá degi og eins og þegar það kemur eitthvað svona BBC að þá bara þitt náttúrulega reflex að fara eða viðbragð að fara í það að passa upp á það að allt sem að þú hefur sagt til
þegar þú varst að styðjast við þetta út af því að núna er náttúrulega búið að gera ráð fyrir því að innrásin hafa átt sér stað út af því Trump sagði hún að þessi stað að einhvern veginn að passa upp á þína ímynd gagnvart því hvernig þú barst þig að þegar að þessar upplýsingar komu og núna þegar nýju upplýsingar koma að þá einhvern veginn þarf að vera einhvern veginn ég þarf að passa upp á mig hérna í staðan fyrir að bara segja, við skitum á bak í staðan fyrir líka, sko, í þessu máli er sérstaklega mikilvægt til þess að ávinna sér trausta að segja alveg frá þessu, segja frá öllu, frá að til lög, hvernig þetta er. Ég meina, allavega það sem ég er búin að sjá núna RÚV, þá voru þið bara að fjalla um þetta Trump-dót. Það var aldrei fjallað um kynjamálin. Það var ekki fjallað um, ég sá að vera vísi fjallað um þetta með Hamas og það allt, en ég var ekki búin að sjá það á RÚV. En skilur að fjalla þá um þetta í heild sinni, af því að þetta snýst ekki um þetta, þessa einu litlu klippu, sko. Nei, og fara þá kannski líka í að hugsa að athuga hvað gagnrýnendur BBC er að segja og bara fjalla um það þannig, sko. Ég myndi halda að það væri leið til þess að rétta kúrsin. Þó það þýði að þú þurfur að kannski að viðkenna að ég tek ofan í þig. Snýst ekki um sannleikann eða er það bara draumsýn? Nei, ég bara held að vandinn sé bara pínu stofnunum við. Það er annað hugtak reyndar. Ég er ekki að auglýsa fyrir hann. Heiðar Guðjónsson skrifaði þessa bók. Hann fjallar ég man nú ekki á hvaða blaðsíðu, stofnana hagfræði. Það sem er nákvæmlega saman nema aðeins öðruvísi og snýst um það að búa til litla hvata inn í öllum kerfum. Það er að segja að þegar þú ert að gera stóra breytingar á stórum kerfum, þá í rauninni byrjar það bara mjög smátt og lætur það í rauninni kvíslast út. Þannig að þú ert ekki eitthvað að taka eins og stjórnmálamenn gera. Við ætlum að koma með húsnæðispakka, við ætlum að laga þetta allt. Bara býr til litlar hvata, þannig að aðrir fara að haga sér öðruvísi sem að svo kvíslast út í allt kerfið. Svona eins og heimili með fullt af börnum, svona reynir að... Ég býr til litla hvata. Ég búið til litla hvata. En mér finnst þetta að vera nákvæmlega, þú veist, þetta með RÚV er að það hefur greinilega verið búinu til litlir hvatar það að þú veist, ég tala við RÚVara og þeir eru bara, ég er ekkert svo vinstri sinnaður, ég er bara ekki svona og þú veist, pólitíkin mín er bara út kvipin og kvappin og allt þar fram til götunum. En út af því að stofnunarminnið, það er svo sterkt, maður finnur alveg fyrir að dagskrárvaldi snýr svolítið að þessu. Það er miklu meiri vandinn að mínum að þér. Já, þannig að litlu hvatinir eru neikvæðir. Ég var að hugsa það sem ég ákvaða hvata. Það eru til neikvæðar jákvæðar hvata. Já, erum að tala um það líka. Já, en þú veist, þetta er bara mjög leiðilegt af því að mér þykir mjög vænt um þessa stofnun, sko. Já, ég bara er alveg rosalega, súr yfir þessu öllu. Og líka bara ótrúlega hæft og faglegt og gott fólk sem vinnur þarna, sko. Ég var sko bara hollvinur útvarpsins, sko. Ég var alveg þar, sko, og var alveg bara mjög á móti. Ég man ekki hvað 20 ár síðan var að tala um að ætti ekki vera neitt ríkisútvarp. Þá var ég bara, jú, skilur og þú veist. Besta heimildavinnan náttúrulega kemur þaðan líka, eins og saman daginn með þáttunum Hatur. Já, Hatur, já, einmitt. Það er nú kapítóli út og fyrir sig, sko. Horfðu á þetta? Nei. Ég reyndi það, veistu hvað? Hatur eru ekki aðgengilegir fyrir blinda og sjónskerta. Það er ekki ákveðið hatur. Það máli færa rauk fyrir því. Kannski var bara targeta þannig að ég get ekki fylgst með þessu þáttum. Nei, en sko það eru bara alls konar textar og alls konar svona það sem er að gerast á skjánum er eiginlega það sem heldur þáttunum uppi af því að þeir eru klipptir sundur saman og á sjónarhorn mismunandi einstaklinga í hverjum þætti sem er auðvitað, þú veist, flott vinna og kemur vel út og allt það, en þú veist, ég get bara ekki hort á þetta því að ég veit ekki hver er hvað gerði, þú veist, allt samhengi er bara farið fyrir mér og það gleymdist greinilega að gera ráð fyrir því að það þyrfti eiginlega sjónlýsa sem þáttum að þeir eiga að vera mjög inclusive, sko. Sem ég finnst leiðilegt að því ég ætla að horfa á þessa þætti og mynda mér skoðun á þeim. Nú ertu búin að segja mér þetta tvisvar, ég skil þetta ekki ennþá. Þú veist, þegar þú ert sjónskertur, já, er þá betra að horfa á þetta með einu sjónhorni? Eða þarftu að horfa framan á, eða viltu fáar skiptingar, hvernig virkar þetta? Já, fáar skiptingar og skýrt, sko, hvernig hlutunum er skipt. Þú veist, ef það er bara svona, ok, nú erum við komin aftur til Hrefnu og nú erum við komin aftur til Örnu, þú veist. Pensive music. Ekki alveg. En þú veist, það er skipt yfir, þá er bara svona, ok, hérna, Rúnar er að labba og horfir í myndavélina og svo talar hann bara og svo skipt yfir á, þú veist, já, Hrefna er á félagsmiðstöðinni að undirbúa opnum fyrir börn eða eitthvað.
þannig að við séum sett inn í senurnar og samhengið. Ég veit, það er mjög flókið örugglega að útskýra aðgengi þegar maður hefur ekki reynslaði. Já, ég er enda að verða að gefa það fyrir okkur forréttindapésana, þá var þetta frábær upptaka. Það var ótrúlega flott hvernig þetta var allt unnið. Mér er að sko, það var, ég held ég Hrafn Jónsson, ég sá það þegar ég fór yfir það hverjir eða þegar þáttunum lauk, hver sáum upptökuna. Þannig að þetta var alveg frábært fyrir okkur sem eru forréttindapésar. Með öll skynfæri lagi. Nei, ég get alveg ímyndað þetta sem mjög vel gerði þættir á mörgu leyti, en þú veist, ég er samt ekkert endilega viss að ég hafi fílað efnistökin eitt sérstaklega vel. Nei, ég, svo við kannski ræðum það aðeins, þá þótti mér svolítið sérstakt, sko, ég held að Reynir Trausta hafi verið svona sá aðili sem var svona mest á skjön, en ég múin að tala við marga sem eru, hvað ég var að segja, þykja varhugaverðir í íslensku samfélagi, og það er með Sverrir Helgason, sem er, já, hann kemur í Bjórkastinu og er á Twitter duglegur að segja sína skoðanir, og ég get alveg tekið undir það, margar á hans skoðunum eru mjög sérstakar, en og meira en það. En hins vegar þá fannst mér sko alveg sérstakt að þegar út með þátt sem heitir Hatur, að þú myndir hvergi taka í rauninni upp þráð þeirra sem er verið að ræða Ég veit til þess að fólki hafi verið boðið í þættina, en þeir gátu ekki fengið sem sagt upptökur af viðtalinu í heild sinni, og þau töldu því ekki treystandi að hlutirnir sem þeir sögðu yrðu slitnir úr samhengi. Var það eldur eða? Já, og fleiri. Já, ok, þá það er bara búið að tróða þessu ofan í kokjana. Já. Sem þú veist, mér stóksla leiðilegt, því að þarna eyðilegst þeim góðu grundvelli fyrir samtali, og kannski eitt af fáum tækifærum til þess að hleypa ákveðnum sjónarmiðum að borðinu, en að sama skapi þá, þú veist, er náttúrulega mjög erfitt og flókið ef ríkismiðli er ekki treystandi til þess að koma skoðunum viðmælanda sinna satt og rétti skila. Já. Og fólk upplifa það þannig, sko, og það er náttúrulega ber vitni skautununa sem er í samfélaginu. Já, það er nú eiku bara skautununa og hvernig. Samtalið er bara forsenda þess að eyða núverandi þróun, þú veist, af því að ég var að segja að ég væri ánægð með að fólk væri að stíga fram og eitthvað svona, þá að sama skapi þá er ótrúlega langt í land að það myndist eitthvað svona eðlileg umræða á Íslandi, þú veist, eins og ég var að segja, við erum í svona upphlaupa menningu endalaust. Já, og það er líka svolítið áhugavert hvað fólk er fljótt að stökkva á vagnana. Já. Og það býður aldrei neitt, eða svona bara aðeins að aðtökast eitthvað er að fara, það er bara sko hlaup eða lyklaborðin og bara byrja skilur, þetta er rosa mikið svona. Þannig að ég er einmitt vissum með Maríu Magdalenu og Jesú umræðina það að mjög margir bara tekið þessu mjög illa án þess að, þú veist, vita kannski allar forsendur málsins, og ég meina auðvitað að það var foreldri sem var mjög reitt og kom fyrst fram með þetta, og það verður náttúrulega þess valdandi, og þetta hljómar mjög illa og þetta kemur mjög ljótt út. Já, svona organistin líka. Já, ég má glemma því. Þannig að þetta hefur verið eitthvað. Organistunum var sagt upp í framhaldi af því að gagnrýna. Já, eða sem sagt búið að minnka starfshlutfall sitt af því að hann var sem sagt að móti þessu. Með þeim með þeim skýringum, jú, þessa. Með þeim skýringum að það væri fyrirhugað að fá verktaka í tónliststjórn kirkjunnar. Þannig erum við farin að sjá mjög svona eitraða. Er ekki cancelkultúrun búinn? Nei, hann er bara ekki gler á kirkju. Fullu gildi, sérstaklega á Akureyri, sko. Reyndar Akureyringar eru miklu bara meira rosalega vók, sko. Haldur mikið snjór, þeir fá enga fréttir. Nei, þeir eru eitthvað seini til, sko. Mér finnst Akureyringar vera alveg út úr kortinu galnir með vóki, sko. Já. Og ég bara, ég man bara eftir þessu. Það var eins og að fara að bókstaflega í sveit, að fara til Akureyrar á sem svona, þú veist, þegar þetta var aðeins, þegar fólk var komið nóg að þessu vók rugli, sko. Og þá fór maður til Akureyrar og það var eins og að koma til 2018, sko. Maður bara, hvað er því að tala Þeir eru all-in hann. Já. Kvennaklefar. Þið hafið báðar verið að gagnrýna það hvað var þar kvennaklefa, og núna er líka ákveðið bakslagið þeim málum. Þetta því að
núna fólk að kvarta yfir því í síauknum mæli að transkonur fái aðgengi að kvennaklefum og ég veit að þið eru báðar mjög pirraðar yfir þessu út af því að þetta náttúrulega mannréttindabrot að geta ekki farið í þann klefa sem að manni huggunast og skilgreinir sig sem. Hvað af hverju telja þetta bakslag í þessum málum sé sterkt og raun ber vitni? Þá að fólk sé að gagnrýna þetta í auknum mæli. Já, þú veist bara að fólk sé yfiröfuð sko að pæla í því hvers konar kynfæri aðrir hafa eins og það sé ekki einkamál hvers og eins og að ég get ekki farið í þann klefa eftir því sem að ég skilgreini mig sem og að vera að keyra á því að ég sé eitthvað að reyna að komast í nærbuxunum á einhverjum börnum. Þetta svo viðurstyggilegt og vera að sitja alltaf í samhengi við það að sé allir barnaníðingar og eitthvað ógeð. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem algjörlega til skammar í íslensku samfélagi að við sem að annar borða eiga þessar samræður. Já, það maður færa rauk fyrir því. Sko, það sem ég held að sé vandamálið, það hafi komið til vitunda fólks, bara hversu einfaldar aðgerðir lög kynrænt sjálfræði sem voru samþykkt á Alþingi 2019 og var voðalega lítil umræða á sínum tíma, hversu einfalt það að misnota þessa löggjöf. Það engir varnaglar, það getur hver sem labbað inn hvert sem og sagt að hann eða hún tilheyri þessu kynjamengi, tiltekna kynjamengi, þess að innan kynjara rýma. Og þú veist það hafa erlendis því miður verið að koma upp ljótmál þar sem einstaklingar hafa vissulega verið að misnota þetta vald sitt og beita sérstaklega konurofbeldi og af því hefur frést hérna á Íslandi og þar að leiðandi hafa eðlilega risið spurningar og það hjálpar náttúrulega ekki hvað þau sem starta þessum umræðum eru gaslýstir oft í fæðingu eða látnir að líta út fyrir að vera vitleysingar og fávitar og heimskir og illa upplýstir. Og það náttúrulega mun ala einmitt á raunverulega hræðilegu bakslagi fyrir fólk sem ekki með hefðbundna kynhneigð eða kynvitund. Já, en ekki hvað sem prívat klefar fyrir spérhrædda, fordómafulla einstaklinga? Já, þá snýst umræðan hver á að nota þá. Spérhrædda og fordómafullu. Spérhrædda konur eiga bara að fara í þá nú vera að íta þeim til hliðar. Já, helst. Forréttinda. Já, og þær sem eru með einhverjar athugasemdir eða hafa kannski verið þolendur eða eitthvað svoleiðis að þeir eiga náttúrulega bara að leita sér hjálpar sko. Það fara til sálfræðings og vinna í sínum málum og það náttúrulega ekki á ábyrgð kynræns, sjálfræðis og kynfrelsis annara að einhverjum örlið illa sko. Nei. Já. Þú ert ekki menna skoðan Ég vona að fólk skilji þetta sem við erum að segja. Já, nei, kannski erum við bara alltaf vel inn í þessum málum. Já, það mikil kaldhæðni hérna. En sem sagt, ég ekki að kalda það sem sem sagt, útgangspunkturinn að sérþarfir örfára einstaklinga ganga framar hagsmunum, mjög ríkum hagsmunum, þolenda kynferðisofbeldis og annarra sem eru óöruggar með. Já, og þú veist, og það eins með þessi kynhlutlausu klósett að mér finnst alveg full ástæða til að vekja athygli á því að út af þessari breytingu sem var gerð þarna, það var náttúrulega ekki kynnan sjálfur að koma einhver við og gera það ekki með að öll klósett þetta vera kynhlutlaus. Já, þarna reglugerð hollustu hætti. Já, einmitt, að það sem sagt að það núna í grunnskólum bara kynhlutlaus klósett. Nei, en þetta var bannað í HÍ. Var það bannað? Já, það mátti ekki vera kynhlutlaus klósett í HÍ. Já, sko málið það ekki kynhlutlaus klósett. Ef það ekki kynhlutlaus, eða sem sagt ef það ekki hægt að bæta við kynhlutlausu klósetti, að þá þarf að rífa bara merkingarnar af og þá eru bara öll klósett kynhlutlaus. Já, mér finnst þetta alveg galið og ég líka sko ég rætti þetta nú við Uglu sem að mér finnst vera mjög mér finnst hún vera frábær. Ég mjög hrifinn af Uglu og já, það er örugglega hægt að finna hitt og þetta hvernig hún setur hlutina fram og eitthvað þannig. En mér finnst hún bara mjög fín og auðvitað erum við ósammála margt og fleira. Hins vegar, þá sagði ég við hana að, þú veist,
margt í þessari umræðu svo mikið akkeri fyrir transfólk og ég hugsa bara, þú veist, ef að manneskja tilbúin til þess að sko taka af sér getnaðarliminn og fara í alls konar hormónaaðgerðir og breyta bara öllu í sínu atferli, þá ég svona, já, heyrðu, þú veist, þetta commitment sem ég ber bara ákveðna virðingu fyrir og ég sagði einmitt við hana, ég skil ekki okkur transumræðan ekki bara meira hægrisinu, það ætti nú ekki að vera flókið fyrir það að skipta hugmyndafræði fyrst þú getur skipt kyn en ég hugsa sko að með þetta að það er svo mikið akkeri í þessari transbaráttu að bara hver sem getur bara vaknað á morgun og sagði bara ég trans og við erum bara já það rétt hjá þér ég nú ekki að fara að skilgreina það fyrir þig bara já ég get farið í kvennaklefann bara nei hættu þessu skilurðu það þarf ákveðið commitment og ég held að sé sko eins og Liam Graham Linehan hefur sagt þú veist bara 90% af þeim sem að segjast vera trans fara ekki í aðgerðir Nei. og þá ég bara heyrðu þá það ekkert Nei, en við erum búin að í raun og veru búa þannig í hæginn að þetta sé svona og mér langar bara að klára punkti með kynhlutlausu klósettin í grunnskólanum af því að þetta í alvörinu að hafa áhrif á stelpur þú veist, það í alvörinu að halda í sér það í alvörinu vilja ekki fara á sömu klósett og strákarnir Ég man líka alveg eftir að vera strákur í grunnskóla sko, maður hefði 100% strýtt eitthvað Já, og þú veist að vera að gera eitthvað inn á klósettunum og þau eru bara suppuleg og þetta djók og þetta gaman en þetta náttúrulega ekki gaman fyrir, þú veist Nei, og sko. Þú veist að strákarna fara á kvennaklósettu og segja, skilur, ég stelp í dag Einmitt. Já, þú veist maður veit alveg að svona brandar að hljóta að vera að gerast sko, þú veist, 100% Ég meina, það bara þetta bara viðkvæmnismál, þetta bara prívatmál, þetta þú veist, öryggismál, það eru á blæðingum, þú veist, það bara alls konar stús sem fylgir þessu, ég meina, ef þú veist með svona álfabikar, þú þarfst að skóla hann, sko. Já. Þú veist, ef við erum að tala auðvitað náttúrulega held ég reyndar að klósettin í skólanum séu svona prívat. Lokað, já. Það er misjafnt líklega. En þú veist, þú þarfst að fara á skóla í vaskanum, skilur, viltu þá vera með kallmenn í kringu þig? Já, en líka sko, í gamla daga þurftu konur actually að berjast fyrir kyngreyndum rýmum. Þau komu alls ekki að sjálfu sér. Þú veist, ég meina, þetta kostaði langa og stranga baráttu bara að konur gætu nýtt sér aðstöðu sem þykir sjálfsögð í dag og að taka aftur þessi réttindi og við erum líka bara að tala trúarhópa, sko. Já. Það verður spennt að sjá hvernig þetta þróast. Sko, alltaf þegar ég verið að tala blæðingar, þá finnst mér ég aldrei koma að stað. En sko, ég sagði... Þetta er blæðingar óþekkur. Ég sagði Ég sagði þetta við Dilja Mist síðast þegar við vorum að tala saman sko að mér finnst svolítið dapurt að þegar að vera að tala blæðingar og breytingarskeið kvenna þá ég aldrei hafið með í umræðum. Nei, glata. Mér finnst vanta kynjaglerun og svona male perspective á þessa hluti. Þú getur bara endurskilgretti og fara að tala þetta á samstöðinni. Já, á samstöðinni. Mér finnst en ég nefnilega mér finnst það svo bersýnilegt að fólk augljóslega hefur einhvers konar skoðanir á þessum málum út af því að klósettferðir eru og við vitum öll bara að klósettferðir geta verið misþægilegar fyrir hvern og einn hvort að þessi Vilt þú kúka við hliðina á einhverju gellu? Nei. Skilur þú veist Nei, ég veit ekki með eitt kallmann sem finnst þetta sko heillandi tilhugsun. Ég held að kallmannu sé almennt sé slétt sko. Líka þetta miklu meira kvennamál sko. Já, en líka bara samt þessi ég skil ekki, mér finnst þetta náttúrulega vera svona jaðra við þráhyggju oft. Þetta að verða að vera með í öllu. Þú veist, á vissan hátt, fyrir suma, ég veit, nú ég á jarðsprengjusvæði, sko. Go there. Já, kynleiðréttingaferli ákvörðun að einhverju leyti. Þú ákveður og þú ætlar að gera allar þessar breytingar og allt þetta commitment og eða bara jafnvel það að labba í þjóðskrá og vera ekki búin að gera neitt ef ég segist vera kallmaður, þá það mín ákvörðun. Ég get ekki ætlast til þess að allt dansi eftir sko mínum ákvörðunum í lífinu þegar, ef þær eru upplýstar og maður veit fyrirfram að hlutinir mun ekki vera einfaldir. Og ég beri mitt alveg hellingsvirðingu fyrir fólki sem hefur farið í kynleiðréttingaferli af því að það vissi hvað var að fara út í og ég gerir ráð fyrir að það tók sér sagt
þessar upplýstu afstöðu, en þá finnst mér líka mjög skrítið, þú veist, að vilja alltaf ekki nota sér úrræði ef þú veist að það er fyrir sér að eitthvað valdi öðrum miklum óþægindum, usla eða, þú veist, bara einhverju veseni, þú veist, ok, eins og bara með fatlað fólk. Mér finnst ekki þessi krafa þar, þú veist, jú, auðvitað, að rými séu aðgengilega og fólk geti nýtt sér þau, en bara ef ég fer á veitingastað og matseðlinn ekki á punktaleitri, ég þarf að googla matseðlinn og fara fullt af einhverjum ekstra skrifum til þess að nálgast hann og það er bara orðið partur af mínu veruleika og ég er ekkert eitthvað endilega að brjálast yfir því að allir veitingastaðir hafi ekki ráðað því að útbúa fyrir mig matseðl á punktaleitri. Fattur hvert ég er að fara? Það er þetta sem ég skil ekki. Ég á bara svo erfitt með að sjá, þú veist, af hverju að því eins og með mig og bara mína reynslu skiluru, það er bara margt sem ég veit að ég mun ekki geta gert nema kannski ef það yrði, þú veist, allir þyrfti að fara the extra mile til þess að koma mér þangað. Þú veist, og það er bara leiðinlegt og það sökkar að mörguleiti, en við því er voðalega lítið að gera nema þá bara býti í það súra og halda áfram og velja sér einhverja leiðir þar sem maður getur verið sjálfstæður og örugur og líka bara haft fólk með sér í liði. Það er náttúrulega líka svolítið þetta og þessi umræða af því að tilkallið hjá örfám, og við erum að tala um líka, við erum ekki að tala um transfólk bara sem hóp, við höfum það alveg kýrskýrt að við erum að tala um hópa, pínulitla hópa einstaklinga sem hafa verið að eyðileggja fyrir öllum hinum og valda bakslagi, þú veist, og þetta tilkall finnst mér bara svo ævintýralegt. Og að það sé einhvern veginn félagslega samþykkt án þess að einhver segir nei, hei, stopp. Þú veist, meira sér sko eins og með kynrænt sjálfræði. Þú veist, ég hefði alveg verið tilbúin að samþykja þetta. Hefði til dæmis hrein sakaskrá verið skilyrði fyrir því að breyta kynskráningu án fyrirliggjandi gagna kynáttunum vanda, kynmisræmi, hvað við viljum kalla það. Ég hef alveg verið opin fyrir svoleiðis varnöglum, en þeir eru ekki. Nei, ekki geðmat og ekkert. Ekki neitt. Og það er það sem ég er að gagnrýna. Það er ekki tilvist transfólks eða að ég vilja útiloka transfólk frá einhverjum rýmum, svæðum. Það sé bara enginn sem vill það, sko. Jú, kannski einhverju leiðenda skúli fúl út í bæjan. Við erum ekkert að tala um hann. Og hann hefur voðalega lítil völd. Eins og bara fólk sem er ennþá á móti samkynhneigð, ég meina við hlæjum að þessu. Já. Come on. Ég og Freyja Haralds fórum einu svona hnakkrífast á fundi þjónustu fatlað fólk. Og nú fyrir undir vinkonu mín, já. Já, og við fórum ekkert að hnakkrífast, við tókum samt alveg hart á. Ok. Út af því að ég hafi verið að vinna með stráki í 8 ár þá, þetta er fyrir 8 árum síðan, stað sem ég er ennþá að vinna. Og þar vorum við að ræða þjónustu við fatlað fólk, hvernig þú vilt koma fram við á, hvernig þeir vilja láta koma fram við sig og annað, og hún var svolítið að segja mér og benda mér á að ég ætti að koma fram við skjólstæðing á tiltekinn máta og ég sagði nei, það er ekki rétt, ég þekkti hann skjólstæðing mjög vel og ég þekki hann mjög vel og ég veit bara að ef að þú kemur svona fram með hann að þá öfugt marga aðra sem eru með einhverfu að þá bara lendur í vesenni. Hann vil ekki láta koma svona fram með sig, hann ber ekki virðingu fyrir þér. Og hún bara, jú, það er þannig að allir sem eru fatlaðir vilja láta koma svona fram með sig. Og ég lofa þér, ég vil að reynsla því sem þú ert að segja, en ég þekki hennar mann, þú hefur aldrei hitt hann, ég skal segja þér hvernig hann vil láta koma fram með sig. Herði, og þá náttúrulega bara komið bara svona eitthvað glitch í Matrixið hjá svona, og þetta var svo áhugavert út af því að þetta er svolítið sama og þú ert að tala skilurðu með bara svona einhvern óumflýjanleika veruleikans. Að við séum komið með bara eitthvað svona fast mót það hvernig allt eigi að vera fyrir alla alltaf. Og það tekur ekkert svona mark á fyrirliggjandi gögnum eða fyrirliggjandi raunveruleika. Eða frávikum. Eða frávikum að öðru. Og þú veist, til dæmis bara það að fara til dæmis í hjólastól til Indlands er bara ótrúlega erfitt ef þú ætlar að vera mikið á ferðinni í suðurhluta Indlands á ferðalagi. Það verður bara miklu erfiðar heldur en á Íslandi.
og þá getum við alveg verið reið yfir því að aðgengismál sé ekki eins og Halli vill hafa þau á Indlandi, en það breytir samt ekki veruleikanum. Og það þetta sem ég finnst svolítið þegar við erum í þessum umræðum hérna síðu nýlendu hyggju og allt þetta dót sko, sem svona hluta af þessari hugmyndafræði sem mikið til dæmis innan fötlunarfræðina, að það sé bara sko, fyrsta lagi að það sé bara ein narratífa sem hendi öllum. Já. Og allir sem einhvern veginn svona á skjön við henni á mótinni eru bara sjálfkrafa vont fólk sem að vill ekki að öðrum líði vel. Akkurat, þetta orðið mjög þreytt. En þetta líka bara svo mikil hóphyggja. Já. Þú veist, og einmitt kannski líður mér bara vel með mismunandi framkomu heldur en Freyju líður, skilur. Og þá það bara mitt að segja það. Ég heldur að það sé staðan líka. Og þitt að fara helst eftir því. Já, örugglega. En þetta svona svo útilokandi í raun og veru, þetta svona inngilding innan gæsalappa en samt með svo ótrúlega mikill í útilokuna því að fólki ekki treyst fyrir því. Mér finnst það sérstaklega áberandi innan fötlunarbaráttunnar. Fólki ekki treyst að meta hvað hendar því og þeirra aðstæðum. Við sáum þetta svo skýrt núna í bæklingi eða svona plaggi sem var gefið út sem eitthvað svona meint fræðslefni fyrir Reykjavíkuna. Sástu þetta? Já. Að þarna, ef við erum að tala við fullorðið fólk eins og smábörn til þess að kannski afsaka bara einhverja fáránlega hegðun sem fatlað fólk alla jafna ekkert líklegra næri til þess að beita og ég var svo reið yfir þessu að því að þarna eitthvað svona og mér finnst mjög valið að vera með fræðslu, það ekki það en eitthvað svona ef þú tekur mörgnam í einu þá kannski bara með fínhreyfingar í alvöru bara hvað í gangi og hérna, ef barni virðist vonsvikið þá geti það verið með ofnæmi fyrir því sem það fær þú veist bara hversu langt ætlum við að ganga ég réttlega frekju sko krakkandi mínir, þau grönja og hlátra sko, þau bara, þetta ekki eitthvað djók þetta í alvörun eitthvað hvað þetta, þú veist þetta algjör, þetta bara hluti af þessari aumingjavæðingu sko, sem að snýra því að börn þurfa einhvern veginn að láta klappa sér allan daginn sko. Já, en leiðir líka til útilokunar af því að ég nenni ekkert að hérna þú veist, ég á kunningakonu sem vegan og ég gleymdi að hafa eitthvað veganhanda þegar ég kom í heimsókn og hún var sýnilega fúl og það voru, afleiðingarnar að hún ekkert að koma neitt í heimsókn næstunni róla þú veist, nei í alvörunni þú veist, þetta líka svona yfirlýsingar og svona meðferð á eins og fötluðu fólki sem mjög viðkvæmur hópur í samfélaginu í viðkvæmri stöðu, alla jafna þú veist, elur á því að við forðumst fatlað fólk og nennum ekki að hafa það meðliði og vitum ekki hvernig við má koma fram við það því að það bara breytist eftir sem einhverjum hópstjóra hérna innan fötlunarfræðinni í háskólanum líður hverjum sinni sko. Þetta einskorðast líka ekki við fatlað fólk, þetta líka bara ungt fólk og ég náttúrulega að berjast gegn þessu gegnum boxið sko, það sem að ég segi mér til krakkana ef að þeir eru mikið í símanum þá verða þeir heimskir ónýtjungar sem enginn vill ráða í vinnu og ég bókstaflega segi þetta orðrétt en þetta rétt og þeir verða bara heimskir ónýtjungar ef þeir gera það en þeir eru bara ómikið í símanum en þá eru þeir alltaf með allavega þetta í hausnum sko, kannski ætti ég nú ekki að vera að gera þetta svo líka Erla Mock, nei hvað heitir hún? Margrét Erla Mock á margir segja Mock ég sagði bæði ég sagði alltaf fyrst Mock svo bara Mock hún segir alltaf Mock sjálf en hún einmitt skrifaði einhvern tíma pistil nei hún kom í bítið og var að segja fólk að passa á hrekkjavökunni skildi fólk ekki vera í rasískum búningum og það var að færa rauk fyrir því að ef allir einhverjum vildi vera Moana þá þetta passa upp á það ef hvíta manneskju var að ræða þá ætti alls ekki og ég skrifaði pistil þetta hann 4 klausur og ég að lesa fyrir ykkur ég las hann ég las hann líka frelsi í búningavali býður þeirri hættu heim að fólk teljið sér í trúum að það sé mögulegt að verða hluti af kynþætti sem að það hefur hvorki líffræðilega né menningarlega burði til þess að verða það heitir að fremja menningarnám það er mikilvægt að fólk sé meðvitað og beri virðingu fyrir menningu annara í því felst að aðgreina kynþætti á viðeigandi máta hvítir klæði sig ekki eins og Pocahontas eða Black Panther eða asískt fólk klæði sig ekki eins og Superman eða Batman og að þeldökkir klæði sig ekki upp sem manneskjur úr Frozen eða Rick and Morty nú virðist þeir hópar sem eru fórnarlömb menningarnáms ekki telja það að vera vandamál
Það sögum þess að hvítþvottur nýlendur ríkjana hefur seitlað inn í menningarheim fórnarlambana og valdið því þeirri viðteknu og varhugaverðu hugmynd að það sé allt í lagi að klæða sig eins og maður vill. Því sérstaklega mikilvægt að hvítt fólk veki athygli á þessu vandamáli hvarvetna á samfélagsmiðlum þar sem þau geta. Fólk þarf að gera sig grein fyrir því að manneskjan sem vanvirt á þennan máta getur aldrei farið úr sínum búning. Munið til þessu. Já. Það er því mikilvægt að fólk sé með það á hreinu hvaða hópið það tilheyrir og hvaða hópið það tilheyrir ekki og mun aldrei tilheyra. Munum að klæðast á hrekkjavökunni einvörðungu persónu sem tilheyra sama kynþætti og menningarheimi og við sjálf. Ekki klæðið upp eins og rasista á hrekkjavökunni. Það 2022, gerum betur. Ég var búin að gleyma þessu. 2022? Var þetta ekki núna? Nei, en var þetta endurbyrt? Já, ég byrti þetta þú byrtir þetta aftur. Já, deildir þessu. En muniði samt fólk getur aldrei farið úr sínum búning. Það var alltaf uppáhaldið mitt í þessum umræðum. Já, þú getur samt við kallmaður í dag og kona morgun. Já, einmitt. Það er lagi. Það er lagi, en þú getur samt ekki farið. Ég er alveg sammála því samt. Menn þú getur ekkert farið úr ákveðnum atriðum. Faktisk ég alveg sammála því. Já. Sko, getum við bara hægt með þetta. Þetta er svo þreytt og leiðilegt. Er þetta ekki búið samt? Þetta er bara búið. Náttúrulega ekki með að veist að leiðbenningar allar. Nei, guð. Og ammælin. Já, ammælin og en líka sorglega í þessu samt sko að þeir sem eru háværistir og hafa mest að segja þetta. Það er liðið sem var með blackface bara fyrir 10 árum sko. Þú veist það hefur einhverja beinagrindur. Ég er ekki að tala Margréti Erlu, alls ekki. Nei, hún er toppkona sko. Ég fór í brúðkaupinu dagina sem hún var veistlustjóri, hún var mjög skemmtileg. Já, hún er æði sko. En bara respekt. En einmitt, það er alltaf þetta. Það er eins og svona fólk sé að varpa einhverju eigin samviskubiti og eigin vanlíðan yfir á fólk sem er bara með að reyna að lifa lífinu og gera vel og er ekkert að pæla í þessum hlutum eitthvað dagstaglega. Og því þú veist að tala um fötlunarfræðinu daginn, áðan, að þá, þú veist, einmitt. Mér, I don't know, þú veist, fólki líður líka bara vel eða færa vera á sínum forsendum og þarf ekki að lúta einhverjum svona lögmálum hópa fyrir utan það að frávíkin hafa rosalega lítið að segja eins og ég sagði ekkert í þætti hjá þér Tóti að eftir að ég varð svona leiðilega þá hættu allir að bjóða mér að taka þátt í einhverjum svona rannsóknum og rýnihópum og einhverju þar sem að var bara fastagestur í mörg ár sko. Þetta er náttúrulega vandamál innan háskólasamfélagsins sem er einmitt eitthvað sem sko út af við vorum að ræða ég var að ræða þessa bókaðan Háskólapælingar eftir Pál Skúlason hann kemur inn á þetta sko þar sem að ákveðin svona hann talar gróðasjónarmið en hann samt líka talar þetta í svona stofnanlegu samhengi sko að þegar að rannsóknir eru farin að reka einhver svona ákveðin erindi maður náttúrulega veit alveg að rannsóknir eru gerðar með ákveðið dagskrárvald í huga og það er mjög erfitt að komast hjá því en svo aftur á móti eins og hefur komið fram innan veggja ýmissa háskóla í vestrænu löndum að þá er bara þú ert náttúrulega að tala það bara þér er ekki búið að taka þátt í rannsóknum en svo eru jafnvel rannsóknir sem eru gerðar og eru með niðurstöður sem eru á skjön við það sem að rannsakandi vildi það eru ekki birtar og það er einmitt fjallað mjög mikið það í þessari bók Þú ert með hana, þú verður að segja, þú verður það sem er að hlusta. Já, The War on Science. Þetta eru greinar eftir þekkta vísindamenn hvernig svona þessi vókismi, veit það má ekki segja það orð, en ég segi það nú samt áfram, að hvernig hann í raun og veru hefur haft áhrif á háskólastofnanir og þetta eru vísindamenn sem fjalla sko hvaða í raun og veru þessi ógn sem steðjar að í raun og veru frjálsri umræðu innan háskólana, eitthvað sem hefur náttúrulega mikið verið talað alltaf en allavega ég mæli með þessari bók og þessa útilokana menningu sem hefur tíðkast við að skara mörg dæmi tekin þannig að ég allavega, ef fólk hefur áhuga á svona að aftur aðeins að fara að horfa á raunveruleikann og vísindin og sannleika að þá er þetta bókin fyrir ykkur Já, ég þarf að lesa þetta það er annað sem að hann segir í bókinu sem ég var að tala í Páll Skúlason, Háskólapælingar að hann talar að svona þjóðmenningin ef að hún er ekki til staðar og liggir svolítið grundvallan ég held að þessi bók kom út 2014 að þá er mjög ólíklegt að háskólamenning muni koma til með að þrífast á hagnýtan máta fyrir samfélagi Hugsið ykkur ef einhver myndi segja þetta í dag að það sé svona þjóðleg menning sem að leggja til grundvallar að vísindasamfélag geti þrifist
það væri bara sko, það væri bomba. Já, það myndi örugglega bara sko svona Páll Skúlason í, eins og við gerðum við hérna Antonín Skólía þegar hann settur hann í hérna klansmann hérna búning. En sjáðu bara hvað þau breyst þá, þú veist, hvað erum við að tala um 11 ár. Já. Þú veist, þetta er Bara heim og alveg haf þarna á með milli. ólíkindum og það verður bara, fólk verður að fá að segja bara það sem það er að hugsa og við verðum bara að hverfa aftur til hérna heilbrigða skynsemi sko, og bara í raunveruleikann. Þetta, hérna, we had a good run hérna í ruglinu, sko. Á sumuleyti já, en ég verð svona líka að benda á jákvæða punktana eins og bara með fötlunarmálin og málinu samkynhneigðra og svona. Ég meina, ég merki samt alveg mun á réttarstöðu minnihlutahópa. Hún hefur að mörgu leyti stórlega batnað bara á síðustu 20 árum og mér finnst að það megi ekki gleymast í þessari umræðu. Nei. Af því að þú veist, þó svo við sem komin á mjög hála nýs og út í öfgar núna að þá var aktivismi alveg ótrúlega nauðsynlegur og bara lífsgæða bætandi fyrir marga hópa fólks. Ég er sammála, ég er ekki viss að sko, nú er ég náttúrulega bara unnið með fötlum, en ég er ekki með jafn góða innsýn og þú. En hins vegar þá nam ég mjög mikla breytingu til þess eins og hjá Reykjavíkurborg undir Samfylkingunni, að þau settu þetta svolítið mikið, eða þeir settu þetta svolítið mikið á oddinn, að til dæmis það var verkefni síðan K3 sem að voru nokkur sambýli og það er svona alltaf kvíslast út til annara og ég vinna á nokkur sambýlum og ég veit að það er sko himinn og haf að vinna á sambýli fyrir fatlaða í dag heldur en að var árið 2010. Já. Og ég veit ekki hvort að þú ert náttúrulega betur til þess fallin að nei, hún ætla ég að útskýra fyrir þér hvernig þetta virkar. Já, hún útskýrði þennan fyrir mér. En ég veit ekki hvort það sé aktivismin, þetta er svolítið, það eru ekki góða bækur þetta sem að... Náttúrulega tilkoma NPA og svona, það er náttúrulega bara pjúra aktivismi, sko. Er það aktivismi? Já, það þurfti að berjast fyrir því bara, það tók blóðsvit og tár að koma því í gegn. Okay. Ég vil ekki segja, en mér finnst alltaf... Og þar eigum við Freyju Haralds mjög margt að þakka. Já. Örugglega, ég ætla ekki að fara að segja nei, ég veit betur, en en ég bara, þú veist að maður hefur lesið bækur til dæmis Black Panther í samhengi við Martin Luther King, hvernig Black Panther í rauninni bar sig að sinni baráttu og hvernig Martin Luther King bar sig að sinni baráttu og af hverju við minnumst Martin Luther King en miklu minna Black Panther, út af því að þeir voru bara svona í svolítið svona fuck the system, skilurðu svolítið fólki sem er á Palestínumótmæli, fólkið sem að hefur engin áþreifanleg áhrif á neitt sem við kemur. Er ekki fungerandi, er ekki vinnu, er ekki námi, er ekki í neinu svona tengslum við þjóðfélagið. Nei, nákvæmlega. Og ég er alltaf svona, þú veist, eru þið að hafa góð áhrif? Og ég hef spurt fólk sem er að berjast í þessum palestínumálum bara, telur að þitt framlag hafi bætt viðhorf Íslendinga gagnvart deilunni fyrir botni Miðjarðarhafs? Ég held að það sé ekki. Nei, en halda þau það? Ég veit ekki. En þetta er svo samhangandi aktivismannum af því að þú veist, það er svo erfitt að fá bara svona skynsamt fólk við borðið af því að það mætir alltaf einhver villi vitleysingur og eyðileggur allt sem er búið að, þú veist, ég hef mætt á svona aktivista samkomur og svona eins og fötlunargerinum og það mætir kannski bara 1 eða 2 sem eru svo dóminandi og svo krefjandi og svo tilhætlunasamir að maður mætir bara ekkert aftur, maður getur það ekki, þú veist, það er ekkert öðrum hleypt að borðinu og það er þetta sem er, þú veist, að eyða svo mikill í svona samheldni og af því að tala um að vinna á sambýlum, þú veist, núna er krafan sko að útrýma sambýlum og að allir fái bara verkstjórnanda sem stýrir starfsmannahaldi á eigin heimili fólks. Getur þú ímyndaðar félagslega einangrunna sem það mun leiða til? Ég hef talað mikið um þetta nákvæmlega. Og þú veist, núna er einhver sem já, þetta er markmið. Og nú er líka einhver, þetta er hluti af því verkefni sem heitir sko bæði hluta til sjálfstætt líf og svo hluta til þjónulega leiðsögn sem er svona sikkur hluturinn en er með svona blanda saman svolítið og er svo að snýra því að fatlaðir séu aðalega ég veit ekki hvort það við séð þetta en á 9 kjörnum að það verður aðalega svona íbúðir sem eru sérstæðar það er að segja og taka svona stofnana herbyggja bræðin af þessu sko og ég hef oft talað um það ég sé ekki alveg fyrir mér að það séu bara jákvæðir fletir á því örugglega einhverjir en hins vegar þá eru oftast í þessum stofnabrögum þá eru íbúðirnar sér þannig að það ég á náttúrulega ekki að vera að tala um þetta en þú veist það er samt þú veist vantar það að vera að eyða þarna þú veist eins og margir sem eru með fötlun eru bara
ekki sterkir á svellinu félagslega, þú veist, þurfa að hafa mjög mikið fyrir því að tengjast öðrum og kannski tengdust bara þeim sem þau bjuggu með, þú veist, á einhverjum jafningagrundvelli því að annars væru þau bara þjónustu þegar og eitthvað svona. Og þetta er alveg eins með skóla án aðgreiningar. Af hverju myndi ég vilja láta barnið mitt ströggla vitandi að barnið mitt eftir á í hérna mörgu og líður ekki vel? Þú veist, af hverju má ég ekki setja barnið mitt í sérskóla á þess að þessi drullaði mig, þú veist. Ég meina, ég var þarna sjálf, ég var náttúrulega í sérskóla þegar ég var lítil, þarna til 10 ára aldurs og var mjög á móti og með reiði við því sem var gert, þú veist, í þessum skóla, bara, þú veist, þetta var náttúrulega bara hafði sína gallan svo allt annað. En, þú veist, ég er farin að skilja þetta mun betur núna, þú veist, og það var maður sem ég skjörsamlega hraunaði yfir, hérna, stofnandi Arnaskóla. Þú veist, ég baði hann afsökunar daginn, bara af því að ég var svarthvít í þessu og, þú veist, gat ekki sett mig í þessu spor, þú veist, að það gæti verið í boði að taka þessar ákvarðanir. Og þessum, þú veist, mér finnst að það þurfa að eyða bara þessari hóphyggju og þessum svona flótta frá raunveruleikunum, allir eigi að geta allt, alltaf og eigi bara rétt á öllu skýrlaust, alltaf. Og bara fókusum þetta, hvað líður okkur best með, þú veist, ok, þú veist, Jóni líður betur í sér úrræði, getum við þá ekki bara please tekið tillit til hans þarfa ef hann búinn að prófa hitt og búinn að taka upplýsta ákvörðun og foreldrar hans vita bara mjög vel og hann sjálfur mögulega vonandi og getum við þá bara treyst fólki að ákveða fyrir sjálft sig hvað það vill og hvað það gerir og allt það svo lengi sem það ekki að vaði við mörk annara eða skerða önnur mannréttindi. Nei, þetta snýst náttúrulega, sko, þetta er ástæðan fyrir því að ég til dæmis á vinstri væng stjórnmálanna maður svona skilur af hverju öll þessi sjónarmið eru tekin upp á arminn á vinstri væng stjórnmálanna út af því að það er ekkert svona efnahagslega sem þau geta komið með á borðinu. Ég veit að það eru margir núna pirraðir fyrir að segja þetta, en það er ofta tíðum sem að þeir sem eru svona vinstri væng stjórnmálanna taka þetta upp á arminn út af því að öðruvísi þá þrífst ekki stjórnlendið. Og þú þarft að láta mig hafa stjórn, þú þarft að láta mig hafa helmingin á öllu því sjálfsaflafé sem að þú skapar út af því ég að fara að færa til hérna hópana sem að ég að fara að vorkenna meira heldur en þú og það alveg endi ég góð manneskja. Þú sér þetta til dæmis eins og þegar Halla Gunnarsdóttir að tala hérna bjarg og frítt húsnæði fyrir ákveðna hópa. Já. Hún bara að klappa sjálfur sér á baki fyrir að taka skyldusparnað fólk sem að vonast til þess að nota í ellinni og búa til eitthvað húsnæði fyrir miklu meiri pening en kemst hjá því að vera með fjármagnskostnað út af því að þú getur nota skyldusparnað fólks. Og svo ferðu í Silfrið eitthvað og segir það er allir svo verktaka svo ógeðslegir út af því að þeir vil ekki lækka verðin á húsnæðinu sem þeir sköpuðu. Já, þetta var mjög skrítið komment. Mjög spes. Ég má svona sitja á svona fjárhagslobby sem er í samhengi við skýrslu sem ég langaði svo að nefna sem var að koma út. Öruggari hinsegin borgir. Er þið búin að lesa það? Nei, ég og það eftir. Nei, engin skemmti lesning svo sem en einmitt. Þarna er svona príma dæmi þetta að Reykjavíkurborg lét norræn samtök eitthvað Safer Cities gera skýrslu og úttekt á því hvernig væri hægt að gera Reykjavíkurborg hinsegin vænni og öruggari fyrir hinsegin fólk og það var gefin út mega skýrsla og stórt málþing haldið í kjölfalli í Safnahúsinu þar sem niðurstöðurnar voru kynntar en niðurstöðurnar byggðust á því að það voru skoðuð 35.000 Facebook komment við ykkur fréttir og ykkur umræðu og sagt að 1 af hverjum 10 innihéldi hatursorðræðu gegn hinsegin fólki sem er mjög loðið kannski að því að þetta er hvað fellur þar undir sko og svo voru 23 einstaklingar spurðir sína líðan og netnotkun 23? 23 okay. Í allri skýrslunni, það voru 23 sem svöruðu þessu, ég held að það verið sendt til einhver stærri hóps. Já, 76 eða ekki? Jó, 76. Það fengur bara 23 til að svara. Já, einmitt, og þessar skýrslur eru borleggjandi sönnun þess að sögn Reykjavíkurborgar og þessar norrænu samtaka að það sé langt í land og þrátt fyrir örugga lagaumgjörð, já, og þrátt fyrir örugga lagaumgjörð Reykjavík ekki örugg hinsegin borg á grundvelli þessar Facebook, ég bara nægis ekki og þessi skýrsla svo stór hættuleg að því leit. Hver bað þessa skýrslu segirðu? Reykjavíkurborg.
Er Reykjavíkurborg að borga fyrir þessa skýrslu? Já, Reykjavíkurborg er að borga þessum norrænu samtökum fyrir þessa skýrslu. Ég á ekki... Og örugglega í samskiptar við samtökin 78 líka. En þú veist, þarna verður sko halað inn örugglega fullt af fjármagni á grundvelli svara þessar 23 einstaklinga sem við vitum ekkert hverjir eru og gæti alveg eins bara verið einhverju virkir í athugasemdum sem eru bara endalaust á netinu að velta sér upp úr, þú veist, einhverjum skít. Þú veist, við vitum það bara ekki. Var einhverjar fyrirliggjandi niðurstöður að allt þetta fólk byggja á höfuðborgarsvæðinu? Já, bara sendt út til hinsegin fólks í Reykjavík. Nei, ég að tala þessi 35.000 komment. Nei, það er bara tekið út. Ekki alltaf verið að kvarta yfir því að það sé einhverju bottar að kommenta á eitthvað? Jú. Það er ekkert gefið upp í þeirri skýrslu, allavega ekki það sem ég er búin að lesa. En ef einn á hverjum tíu með botti, þá var þess að niðurstöðu falla niður. Já, en líka hatursorðaran er sko í skýrslunni skilgreint langt út fyrir það sem ákveða hegningarlaga skilgreinana sem. Og það er það einmitt líka sem mér finnst alvarlegast í þessu. Er það að bara í rauninni hvaða skoðanir sem er á kynjamálum, málefnum transfólks, hinsegin réttindum, kyngreindum rýmum, já, það var líka sérstaklega nefnt, geta flokkast undir hatursorðara ef þeir eru ekki höfundu skýrsluna þóknarleg. Erum við ekki nýbúin að eyða einhverjum 150 milljónum í einhver hinsegin samtök í... New York? Já. Jú. Þetta er rosalegt. Ég veit það, en... Þú veist, og ég er alveg... En líka bara... Hinsegin væp. Já. Hver er það ekki? Einmitt, ég held að það er leitun á fólki sem er eitthvað með eitthvað alvöru leiðindi, sko. Nei, líka bara, þú veist, þegar það er aðstæð, það er krepp á leiðinni. Já. Og fólk veit það. Ég held að fólk hafi sífellt minni húmor fyrir... Svona fjárútlátum. Já. En hvað kom í ljós eitthvað hvað þessi skýrsla kostaði? Sko. Nei, ég veit það ekki. Ég ætla að vera ekki með gögnu þá, hef ekki kynnt mér það, sko. En þá núna gera ykkur að viðbragðs áætlun í hvað heitir þetta aftur? Ofbeldis saman gegn ofbeldi, já. Verkefnið. Það er að fara að taka þetta sér að vinna einhverjum hinsegin aðgerðaáætlunum. Það sem er svona svo erfitt í þessu er að það er búið að teygja út skilgreininguna á hatursorðræðu út fyrir þann mjög óskýra ramma sem almenn hegningarlög setja og þarna erum við komin með verkfæri í hendurnar til þess að hafa áhrif á það og þú veist, af því að svona skýrslur og svona gögn, þú veist, þetta er frá stjórnvöldum komið og það er litið til þess þegar það er verið að reyna að leysa úr einhverjum ágreiningi til dæmis fyrir dómi. Ef þessu telt fram sem málsgagni. Og þetta getur bara leitt til þess að einstaklingar verði í auknum mæli ásakaðir refsiverða háttsemi eða lögunum verði breytt. Þannig að skilgreiningi verði víkkuð út. Ég veit að það er núna frumvarp sem sagt endurflutt, þannig að Sigríður Andersen er að endurflytja frumvarpi sitt og það á að þrengja þess að hatursorðræðu hugtakið sem ég bara mæli heilshuga með að mörguleiti og þó að ég sé kannski alveg sammála orðalaginu og eitthvað en láta það leggja með hluta. Þessi víkkun sem mér finnst svo erfið og en var ekki einmitt líka hættuleg. Í þessu var ekki einmitt í þessu líka bara til dæmis að vera eitthvað að halda fram með einhverju tvíkynjahyggju sjónum var ekki eitthvað svoleiðis? Jú. Og ríkjandi kynja tvíhyggja. Já, sem sagt bara það sem ég var að segja áðan að mér finnst það ætti með að segja að væru tvö kyn það er ekki lengur þá samkvæmt þessu, það getur verið eitthvað svona á grensunni, sko. Það er þá talað vera skaðleg orðræði. Já, skaðleg orðræði. Og og hvað var það meira? Það var eitthvað annað svona... Transkonur í kvennaíþróttum. Já, einmitt. Sem allir eru náttúrulega búin að sjá í gegnum. Já, og það var verið að Alþjóða Ólympíusambandi var að banna sem sagt bara alla kalla úr kvennaíþróttum. Hvort sem þeir skilgreina sig sem trans eða með DSD, sko, eða eitthvað. Skilur eitthvað af þessu. Já. Þannig að það er búið að sem sagt alla með uppsilonlikninga eru bannaðir. Já, það var búið að sem sagt bara það er búið að því en núna þá ætlum við að fara svona aðeins að ringla með eða sem sagt fara eiginlega bara tilbaka eða hvað. Þetta er sko og þetta er eitt í þessu líka sem að mér finnst mikilvægt að nefna út af því að í Bretlandi þá er þetta bara orðið raunverulegt vandamál það sem að sko íslamistar sem er náttúrulega kála seinni hópnum með þeir ná einhverjum völdum. Já. Í samfloti með einmitt svona hinsegin fólk einhverju er í samfloti að lobbya fyrir því að láta handtaka fólk fyrir svona einhver Facebook komment. Þannig að sko því að þegar maður heyrir eitthvað svona þá finnst mann að vera eitthvað svo klikkað þetta hljómar eins og þetta sé bara ótrúlega fjarlægt manni. Ég held fyrst að þessi skýrsla væri grín, sko.
Hún náttúrulega grín, en grínið samt getur leitt til Mjög þess að dýrt við missum grín. vitið, sko. Já, grín mjög Eins og í alvarlegt. Bretlandi. Já. Þú veist, það sem að reform náttúrulega bara að stækka og Keir Starmer skilur ekki neitt og svo það að handtaka fólk fyrir Facebook-komment. Islamistar og hinsegin fólk, hinsegin lunatics í flestum tilvíkum sem eru að reyna að keyra þessu narratífi í samfloti við lögregluna. Já, þetta orðið mjög, sko... Bara fasíst. Já, þetta orðið mjög, sko, alvarleg þróun, þessi svona, þetta óheilbriða samband á milli íslamista og svona öfgavinstri. Já, og bara svona herskára einstaklinga. Samt í Íran, svo í skjótinni, í Íran var það nákvæmlega þannig. Í Líbanon var það nákvæmlega þannig. Það hefur alltaf það sem islamistar ná algjörum ítökum með samfélaginu, eins og í Íran árið 79. Þá er þeim hjálpað af öfgavinstri. Þá er þeim hjálpað af svona vinstri anti-Amerikan dótinu og svo kálað strax og islamistarnir taka völd, sko. Og þetta fólk, einmitt, eins og ríkjandi skoðanir alltaf að benda á hvað þetta fólk samilegt. Það upplifir sig jaðarsett, það upplifir sig óhamingjusamt, það upplifir að það sé litið fram hjá því í samfélaginu sem það kannski á vissu leyti stundum. Og eru þú veist, að reyna að leggja einelti og brjóta og skemma viðmið sem búið að byggja upp í mörg ár, margar aldir til þess að ná fram einhverjum völdum og ná fram einhverju, ég veit ekki eins. Já, mér finnst bara stundum eins og í þessari svonefndu baráttu, markmiðið stundum bara að láta einhvern eigin óhamingi og eigin erfiðleika bitna á öllum, það svo megi bara engin, eins og einhvern tímann var ég að segja eitthvað með, það hefur bara allt gengið vel hjá mér og minni konu og við bara lifum, við höfum aldrei upplifað neitt eitthvað svona bla bla bla. Og þá var ég bara ekki til þess fallin að segja neitt af því að ég hefði greinilega ekki upplifað það sem einhver vildi að ég hefði upplifað. Það má bara enginn hafa það gott og lifa lífinu. En svo þetta, núna kemur Helgi Magnús til Frosta Logasonar og hlusta á Þorraðins og alveg ótrúlega áhugavert vitað. Já, mjög gott vitað. Og líka mjög sérkennilegt hvað aðrir miðlar voru ekki að grípa þetta lengi. Ég bara átti ekki til orð. En þar einmitt segir hann að samstöðun reyndar greipið það og aðdragandinn að því hvernig ég hlustaði á þetta, ég hlustaði á Helga Magnús fyrst, kláraði það næstu í og síðan hann segir þarna að hafi þegar að María Lilja og Solaris og sem fóru til Palestínu og sóttu þar einstaklinga vegna fjölskyldusamningar að þá hafi Ísraelsmenn merkt sem sagt sérstaklega 15-20 einstaklinga með minnir sem voru alveg sérstaklega hættulegur þurfti að hafa áhyggjur af. En þeir komu samt hingað. Og María Lilja fjallar þetta á samstöðinu og eitthvað voða pirriði við því hvernig Helgi Magnús ber sig að þessu og hann fjallar það að Helgi Magnús talar Korani-málið og segir að þú veist að Korani hann hefði viljað láta ráðast á sig svo hann geti bara lumbrað á honum. Og María Lilja bara, hann maðurinn í saksóknari að kvarti við þessu og fer svo að tala það að berja bara einhver skjólstæðing, hvernig getur þessi maður og ógeðslega rasisti bla bla. En María Lilja hins vegar talar ekkert, hún nefnir þetta með það að það getur verið 15-20 einstaklingar sem eru sérstaklega hættulegir sem eru komnir hingað til lands. Þannig að hún viðurkennir það. Hún nefnir það en gerir svo engar athugasemdir í kjölfarið. Ekkert hvaða afleiðingar það geti haft eða nokkuð skaphallu. Já, ég bara, og þá velti ég fyrir mig bara, herrðu, halló, erum við þá komin í þannig samfélag að það eru 15-20 einstaklingar sem eru sérstaklega hættulegir á þessum skala og við bara, það nú bara það þannig. Já, og svo bara, en þessi maður var að segja hurty words í viðtali. Fókusirum á það. Og að lumbra á einhverjum þá vantilega í lagalegum skilningi þannig að sé hægt að sækja til saka. Næ, hann var að tala að berja hann sko. Já, ok. Það er ekkert að draga fjörið við það. Það er ekki volið saksóknarlegt henn. Já, nákvæmlega. En mér varst það bara svo svakalegt. En hann náttúrulega ekki lengur. En þá skrifast það á þeirra reikning ef það kemur fyrir. Já, ég veit það. Þetta er nefnilega bráð alvarlegt. Þetta er það sko. Já, fyrra þessi svona ábyrgð frá þessu finnst mér líka og þú veist, það er fólk hérna sem að það er fólk á Íslandi sem að væri í mjög mikilli hættu til dæmis, þú veist, það eru gyðingar, það er fólk sem að er með tengt gyðingum bara tengt gyðingum, með fatwa á sér, þú veist, það er alls konar. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að hinsegin skýrslan lagar. Eða ekki. En líka bara með þetta fjárútlátin og lobbyismann sko, þú veist, ég meina af hverju eru ekki þessir peningar frekar, af hverju þeim ekki varið í börn og unglingar sem búa við fátækt geta kannski ekki stundar nám sem er fórsendum aðrir
þú veist, einstæða foreldra, þú veist, sem get ekki haft börn sín tómstundum, menn það er fullt af félagslegum vandamálum í Reykjavík og mikil stéttaskipting og bara fólk að erlendum uppruna sem kemst aldrei hérna inn í samfélagi, þú veist, þetta er svo mikil forréttinda hyggja ef ég tek smá vinstrimann á þetta. Já, við þurfum bara að skattleggja meira til þess að komast hjá því. Já, bara geðheilbrigðiskerfið, fíkni, þú veist, ég meina stuðlar fara bara í saumafrí, þeim bara lokar og hérna menntamálar ég nenni bara ekki að kynna mér þetta. Þú veist, hvað meinið þið? Þessi maður, mér finnst þetta alveg ótrúlega skipan í þetta embætti. Mér finnst þetta vanhæfni vera orðin fyrirbæri sem er ríkari heldur en hún ætti að vera og hefur verið í svolítið langa tíma. Að mínum að því, æðstu stigum stjórnsýslunar. Alveg, sko. Mér finnst bara vanhæfni vera orðin bara eitthvað svona líka fyrirbæri. Það er bara allt í lagi allt saman. Já, við afsökum það eftir á. Já, þetta er bara þú veist, þetta er bara missögn, þetta er bara þetta. Missagnir og mistök og þetta og hitt. Nei, veist, ég er líka í opinberu starfsmannarétti núna í hérna háskólanum, eða þetta hluta við, ég er vinnurétti. Og bara, sko, hvernig opinbera kerfið er svo þungt í vöfum. Þú veist, það er svo lítið hægt að gera eða, þú veist, grípa til einhverja ráðstafana af því að regluverkið og báknið er bara þetta þungt. Þess að bara með áminningaskilduna. Þess að við vorum að tala um það í gær, hvort það ætti að afnema áminningaskildu starfsmanna ríkisins. Ég meina, þú þarft í dag, sko, áminningu og svo annað samkynja starfsbrot til þess að svo látin fara. Þú getur fengið 1.000.000 áminningar fyrir óskylda hluti og það má samt ekkert láta þig fara, þannig að þú getur bara verið hér í krafti hérna þess að vera ríkisstarfsmaður að pestera allan vinnustæðin og vera ógeðslegur í vinnunni. Skrá niður, já, ég er búin að gera þetta, ok, hvað og vera með valdnýslu, ég veit ekki hvað og hvað, þú veist, en já, þú veist, það eru bara engar afleiðingar, en hins vegar ef einhver segir að hérna, þú veist, eins og Hlédís var að lýsa þættinum sínum, þú veist, og það er bara samstarfsfólk hennar sem, þú veist, hún er eiginlega bara lýsti einelti á vinnustað, sko, mínum að þið. Býtu í hérna? Já. Einelti? Já, það er svona, þú veist, að hérna fólk með henni í vinnu var að senda henni alls konar skilaboð og vera passiv-aggressiv og vera, þú veist, ég kalla það bara einelti á vinnustað, því að þetta er þar sem þú ert 84 daginn. Það er svo woke. Fyrirgefðu. Einelti hérna og eitthvað. Já. Já, aðrir myndu leiðindi, ég meina leiðindi, en ég meina ef þetta væri einhver annar þá myndum við tala um einelti. Já, nú ekki verið að gera lítið úr þinni upplifun. Nei, einmitt, bara hold yourself, sko. Herri, stelpur, við þurfum að fara að ljúka þessu. Hérna... Vákur búin að tala mikið. Já, hvað er það orðið langt hérna? Ég er að frjósa á nefinu, sko. Það? Já, mér er heitt. Sko, hérna... Er það heitt? Ég er reyndar út að ég heldur sér réttar á Jóhannu, sko. Ég reyna að hafa pínukælda, mér finnst bara miklu, þegar mann er verið heitt, þá verður maður svo lengi að hugsa. Já, það er rétt. Við erum bara tölvur, sko. Það er bara að hægja á. Það er svo systematiskur, eða svona efficient að vera með... Ég þarf að hafa ykkur hérna á öllum... Cool-headed. Já, nákvæmlega. Heitt hjarta og kaldan haus. Nei, við erum búin að vera við erum að slifa í 100 mínútur bara. Oh my god, vá! En mér finnst það samt líða svo hratt. En við erum búin að tala mikið. Já, við erum að tala mjög mikið. En við gerum þetta einhvern tímann aftur, nei ekki? 100%, er það ekki, Jóna? Jú, er það ekki? Erum við ekki bara, við erum alltaf til að, kjafta, sko. Eitthvað sem þið vil láta koma framfæri hennar til lokin? Jóna, skjóttu. Ég bara, nei, ég er alveg tómaður. Ég er búin að auðlýsa bókina mína og ekki sponsuð. Nei, og ekki mín bók, sem þetta ekki eftir mig. Hver er höfundurinn? Hann tekur saman, hann er editor, Lawrence M. Krauss. Þetta er Lawrence Krauss? Já. Hann hefur komið 2 í podcastið? Í alveg? Já, það er rétt. Ok. Og og svo Steven Pinker og Richard Dawkins eru með. Já, ég bara... Þú mátt bara fá hann lána núna, sko. Já, ég er til í það. Ég þarf bara að merkja hana, sko. Já, ég er með panna hana. Herri, en það er ekki gaman að hlusta á okkur merkja bækur. Nei. Stelpur, takk að það fyrir að koma. Segð þú eitthvað. Ég bara hef ekki þess að ég er búin að tala eins og vindurinn. En ég bara þakka rosalega vel fyrir ef þið hafið hlusta á þetta til enda. Já, ég reyndi að var einmitt að spá í það. Og vonandi höfum við ekki verið að tala að hlusta á þetta. Svo er maður orðin svo innviklaður í einhverja svona feminískar pælingar og
og alls konar svona, maður veit ekkert hvort að fólk hægt að skilja mann. Nei, og svo kemur kaltænin inn í þetta og það... Allavega, ég vona að sé engin nýjir hlustendur að byrja að hlusta út af okkur. Sko. Nei. Ég það. Ekki segja þetta. Mitt prógram snýst það. Herri, Stelbjörn, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Sömuleiðis, takk.